Sko við erum venjulega, við tala við nýju mann, við erum venjulega með mat, sko. Já, hún segir ná, hún kom. Já, ég hræðilegt, sko. Hræðilegt, hún var bara heim. En við erum bara COVID-19, hún bara að banna allt, sko. Við ætlum að vera með bakkamat fyrir okkur næst, þannig að það ekkert snertist. Sko við erum venjulega, við erum venjulega með mat, sko. Já, hún segir ná, hún kom. Það komum við hjálpu. Allt komið í loftið maður. Já, ég glæsi þig. Komist þið inn á Ég var þennan rétt á hann. Góðan dag. Settur fundur í bæjarstjórn Akraness. Þetta fundur númer 1309 og haldinn 10. mars 2020. Mætt til fundar, þetta taldir bæjarfulltrúar, það Rakel Óskarsdóttir, Elsa Lára Arnardóttir, Aldís Ylva Heimisdóttir, varabæjarfulltrúi, sem situr fundinn í forföllum Söndru Margrétar Sigurjónsdóttur og situr hér sem fyrsta fund. Og óskaði til hamingju með það, Aldís Ylva. Velkomin. Já, þá heldur upptalningin áfram. Guðjón Viðar Guðjónsson, varabæjarfulltrúi, situr fundinn í forföllum Kristinn Hall Sveinssonar, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Bára Daðadóttir, Ólafur Adolfsson og sjálfur heiti ég Valgarður L. Jónsson og gegni starfi forseta bæjarstjórnar á þessum fundi. Einnig sitja fundi Saga Freyr Þráinsson bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs og það Steinar sem sér að rita fundargerð fundarins. Ég býð fundarmenn velkomna til fundarins og áður en að við hefjum dagskrá að þá óskar forseti eftir með vísan til C-liðar 15. greinar samþykktar stjórn og fundarstöðu Akraneskaupstaðar að tekin verði inn með afbrigðum 2 mál. Það annars vegar mál númer 20.02.088 sem Asparskóga 13 umsókn byggingarleyfi og þeir sem samþykkja það að þetta mál verði tekið inn gjöra svo merki. Það samþykkt einróma. Og hins vegar það þá mál númer 18.05.071 deiliskipulags Smiðjuvalla. Nánar tiltekið Smiðjuvelli 12, 14, 16, 18, 20, 22. Og þeir sem samþykkja að þetta mál verði tekið inn gjöra svo merki. Það allir sem samþykkja það. Og þessi mál verða þá númer 4 og 5 á dagskráni. Og þá göngum við til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá hefur málsnúmerið 16.10.064. Þetta erindisbréf og reglur endurskoðun. En erindisbréf fyrir ráðsvið og sviðsstjóra, stjórnsýslu og fjármálasviðs, skóla og frístundasviðs, velferðar og mannréttindasviðs og skipulags- og umhverfissviðs hafa verið samþykkt í viðeigandi ráðum bæjarins og hefur verið vísað til staðfestingar í bæjarstjórn. Og það í fundargögnum bæjarfulltrúa nákvæmlega hvaða erindisbréf þetta eru. Þannig að og við munum síðan greiða atkvæði hvert og eitt erindisbréf í einu fyrir sig en umræðan öll málið sem slíkt. Öll erindisbréfin undir umræðu. Með að ef einhver vill taka til máls þá orðið laust. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þá bara förum við í atkvæðagreiðslu. Það í fyrsta lagi erindisbréf fyrir bæjarráð Akraness. Þessi samþykkja það erindisbréf gjöra svo merki. Það samþykkt 9-0. B. Erindisbréf fyrir starfsemi stjórnsýslu og fjármálasviðs.
Þessi samþykkja það kjörasölugjafmerki. Það samþykkt 9-0. C. Erindisbréf fyrir sviðsstjóra, stjórnsýslu og fjármálasviðs, kjörasölugjafmerki. Það samþykkt. Og D. Erindisbréf fyrir skipulags- og umhverfisráð. Þessi samþykkja það kjörasölugjafmerki. Það samþykkt 9-0. E. Erindisbréf fyrir starfsemi skipulags- og umhverfissviðs. Þessi samþykkja það kjörasölugjafmerki. Það 9-0. Og F. Erindisbréf fyrir sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs. Þessi samþykkja það kjörasölugjafmerki. Já. 9-0. Og við höldum áfram. G. Erindisbréf fyrir skóla- og frístundaráð. Samþykkja það erindisbréf. Það allir sem samþykkja það. H. Erindisbréf fyrir starfsemi skóla- og frístundasviðs. Þessi samþykkja það. Það allir. I. Erindisbréf fyrir sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs og þeir sem samþykkja það. Það allir sem samþykkja það. J. Erindisbréf fyrir velferðar- og mannréttindaráð. Þeir sem samþykkja það. Það allir samþykkir því. Erindisbréf fyrir starfsemi velferðar- og mannréttindasviðs og það allir sem samþykkja það. Og að síðustu erindisbréf fyrir sviðsstjóra velferðar- og mannréttindasviðs. Það samþykkt með öllum atkvæðum. Og þá förum við fundalið númer 2. Hann hefur málsnúmerið 20.012.10 umbótavinna á rekstri og innra vinnulagi hjá Akraneskaupstað. En það var samþykkt í bæjarráði á fundi þann 27. febrúar síðastliðinn að ráðast í umbótavinnu á rekstri og innra verklagi hjá Akraneskaupstað samkvæmt verkefnatillögu frá Capacent ráðgjafafyrirtæki. Gert ráð fyrir að vinnan hefjist þann 1. mars og áætluð verklok eigi síðar en þann 1. júní næstkomandi. Markmiðið að ná fram aukinni skilvirkni í starfsemi stjórnsýslu sveitarfélagsins með breytingum á stjórnun, verkferlum og samstarfi ásamt því að kanna meðal annars frekari hagnýtingu upplýsingatækninnar í þessu skyni. Samþykkt var á fundi bæjarráðs að veita fjármunum til verkefnisins samtals á fjárhæð krónur 3,7 milljónir án virðisaukaskatts og bæjarráð samþykkti samhliða því viðauka númer 5 að sömu fjárhæð sem skal ráðstafað af deild 28.30.49.95 og ádeild 21.400.43.90. Ákvörðunin hefur ekki áhrif á áætlaða rekstrarniðurstöðu ársins. Bæjarráð vísaði viðaukanum til staðfestingar í bæjarstjórn Akraness. Og orðið laust þessa tillögu. Það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Mér langaði nú bara að fylgja þessu máli örlítið úr hlaði af því að bæjarráð tók saman þá ákvörðun að ráðast í þessa umbótavinnu og markmiðið að vinna með stjórnendum og starfsmönnum sveitarfélagsins við greining og kanna hvort og þó hvernig unnt að ná fram aukinni skilvirkni í starfsemi stjórnsýslu sveitarfélagsins með breytingu á stjórnun, verkferlum og samstarfi. Og það jafnframt að ná fram samtali meðal stjórnenda og starfsmanna sveitarfélagsins sem vinnustað framtíðarinnar, skoða hvar helstu tækifæri liggja, gagnvart frekari hagnýtingu upplýsingatækni og með það að leiðarljósi að auka skilvirkni og nútíma vinnuferla og samstarf innan sveitarfélagsins og að endingu og sem mjög mikilvægt að móta og innleiða úrbótaáætlun. Þessi framkoma verkefni aðgerðir til að auka samvinnu, afmá grá svæði og auka afgreiðsluhraða á þjónustu sveitarfélagsins. En eins og segir í þessum markmiðum þá á með þessari vinnu að greina og skoða þjónustu bæjarins, bæta það sem þarf að bæta og vera áfram í fremstu röð sveitarfélaga á Íslandi sem bjóða upp á góða þjónustu. Og eins og kom fram hjá forseta þá er gert ráð fyrir þessi greining fari fram núna frá 1. mars og til eigi verið að loka 1. júní. Og í dag þá sá ég frétt og inn á frétt að síðu Akraneskaupstaðar. Inn á heimasíðu Akraneskaupstaðar þar sem íbúar Akraness eru hvattir til að taka þátt í könnun þjónustu bæjarins þar sem rauninni verið að vísa til þessarar úttektar Capacent á okkar starfsháttum og þjónustu
Mér langar bara að nota þetta tækifæri til að hvetja bæjarbúa til að taka þátt og forseti fór vel yfir þann kostnað sem af þessari greiningarvinnu og hvað varðar viðauka gerðina. Þannig ég læt þessu lokið hér, takk. Það fulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi annan fundalið? Svo ekki. Og þá ber ég viðauka númer 5 við fjárhagsáætlun ársins 2020 undir atkvæði fundarmanna. Þessi samþykkja viðauka númer 5 á fjárhæð krónur 3,7 milljónir ráðstafað af deild 20.830.49.95 og á deild 21.443.90 en hefur ekki áhrif á áætlaða rekstrarniðurstöðu ársins. Þessi samþykkja þennan viðauka númer 5 gjör svo gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við í þriðja fundalið. Hann hefur málsnúmerið 19.11.175. Þetta eru styrkir til íþrótta- og menningarverkefna. Auglýst var eftir styrkumsóknum til menningar- og íþróttaverkefna í nóvember síðastliðinn og rann umsóknarfrestur út þann 16. desember. Menningar- og safnanefnd lagði tillögu að úthlutun styrkja fyrir bæjarráð sem tók málið fyrir þann 27. febrúar síðastliðinn og bæjarráð samþykkti viðauka númer 6 á fjárhæð krónur 3,85 milljónir sem skal ráðstafað af deild 28.30.59.48 og inn á deild 058.90.59.48. Ákvörðun hefur ekki áhrif á áætlaða rekstrarniðurstöðu ársins. Mismuninum, sem sagt, það eru 950.000 krónur sem ekki ráðstafað af þessu sinni og þessu mismuni verður ráðstafað síðar á árinu af forstöðumanni menningar- og safnamála í samráði við menningar- og safnanefnd. Bæjarráð vísaði viðaukanum til staðfestingar í bæjarstjórn Akraness og orðið er laust þessa tillögu. Það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætlaði bara að taka undir þessa beiðni forstöðumanns menningar- og safnanefndar að færa þennan afgang yfir á nefndina þar sem að þau geta þá verið svona meira reactive, sem sagt nefndin þegar það koma beiðnir inn til þeirra upp á 100-200.000 og þurfi ekki alltaf að koma til bæjar og svo eykur kannski svona aðeins sjálfstæði þessara nefnda. Þannig ég bara fagna því að þeim sé gefið umboð til þess að klára þetta. Takk. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að ræða styrki til íþrótta- og menningarverkefna. Menningarverkefnin í þessu tilfelli. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá ber ég undir atkvæði fundarmanna viðauka númer 6 við fjárhagsáætlun 2020 að fjárhæð krónur 3,85 milljónir hefur ekki áhrif á áætlaða rekstrarniðurstöðu ársins og er úthlutað til menningarverkefna eins og áður var farið yfir. Þessi samþykkja viðauka númer 6 gjöra svo gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Þá fyrir við í fjórða mál, sem er þá fyrra máli sem var tekið inn með afbrigðum hér í upphafi fundar. Það hefur málsnúmerið 20.02.088. Þetta eru Aspaskóga 13 umsókn byggingarleyfi. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja lækkun og gólfkvóta 20 cm. Með breytingu verður hæð hús yfir landhæð 30 cm í stað 50. Sem sagt í deiliskipulagi skógahverfis er kveðið á að hæð húsa yfir landhæð sé að lágmarki 50 cm. Varðandi breytingu á deiliskipulagi vegna þessara breytingar þá skal þar farið
samkvæmt 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga númer 123/2010 sem að veitir heimild til þess að samþykkja byggingarleyfi framhjá án þess að breyta skipulagi og þurfi ekki auglýsingu á því. Þegar að hagsmunir breytingin telst vera óveruleg og ekki skerðing fyrir hagsmuni nágranna varðandi landnotkun, útsýni, skuggavarpi og innsýn. Svo maður hafi orðalagið alltaf á hreinu. En orðið er laust þessa tillögu. Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Það er spáðinni út að ekki eitthvað fyrir þetta hér. En það sem ég langar fyrst að koma inn á er það að við tökum þetta mál inn með afbrigðum og það var afgreitt í skipulags- og umhverfisráði í gær og við ræddum þetta hér aðeins fyrir fund að það er svolítið óþægilegt að við fáum svona erindi með svona stuttum fyrirvara og við vissum aðeins í dag að þetta kemur fyrir og við sem erum í vinnu allavega eins og ég höfum ekki möguleika á að kynna okkur kannski máli til hlítar en ég ætla bara að koma því á framfæri að ef að svo háttar til að skipulags- og umhverfisráð sem að yfirleitt fundar á mánudögum hefur hug á því að koma málum hér inn á þriðjudegi, þegar bæjarstjórnin fundur daginn eftir. Og það væri mjög gott að fá vita af því mjög fljótlega eftir fundin hjá skipulags- og umhverfisráði. Þannig að við getum þá lesið það kvöldið og svo sjáum við bara til hvort að málið klárast og komi hér fyrir eða ekki. Við höfum þá allavega tíma til þess að kynna okkur það. Og það er nú eiginlega ástæðan til þess að ég kem hérna upp að ég er svolítið efins að við séum á réttri leið með afgreiðsluna á þessu. Erindið kemur hér inn sem umsókn byggingarleyfi en samkvæmt umsókn eigandans til skipulags- og umhverfisráðs þá er hann í rauninni að óska eftir breytingu á deiliskipulagi og það er rétt sem forseti sagði hér allavega flestu leyti en samt einhverjar efasemdir í mér það að sé hægt að ég held að við þurfum að afgreiða skipulagsbreytinguna sem slíka hér en ekki umsókn byggingarleyfið en við getum afgreitt skipulagið á bæjarstjórnarfundi án grenndarkynningar. Ég held að við séum, og það er bara mín skoðun eftir að hafa þennan stutta tíma til þess að kynna mér þetta, að við hefðum átt að samþykkja deiliskipulagsbreytingu þessa breytingu á gólfkottunum og svo þá í framhaldinu gefið út byggingarleyfi. En það stendur hérna í umsókninni frá eigandanum með leyfi forseta komi til byggingarleyfis umsóknar verður farið eftir ákvæðum byggingarlaga, byggingarreglugerða og annarra laga og reglugerða sem við eiga. Þannig að mér finnst umsækjandi vera að fara fram á deiliskipulagsbreytingu en við séum að fara að reyna að samþykkja byggingarleyfisveitingu.
Þannig að ég held að hljóta að vera þannig að við breytum deiliskipulaginu og ættum að geta gert það alveg. En það þarf þá að vera á hreinu í rauninni hvað við erum að gera og hvernig við gerum það í hvaða röð. Því að byggingarleyfi byggist á deiliskipulaginu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og bara svona til áréttingar því sem forseti sagði í inngangi, þá þetta er rétt sem að bæjarfulltrúi Einar Brandsson segir, það málið kemur inn sem umsókn um byggingarleyfi og vísað í varðandi breytingu á deiliskipulagi er vísað í 3. málsgrein 43. grein skipulagslaga sem að er svona: tilvitnun hefst: við útgáfu framkvæmda eða byggingarleyfis getur sveitarstjórn heimilað að vikið sé frá kröfum 2. málsgreinar breytingu á deiliskipulagi og grenndarkynningu þegar svo óveruleg frávik að ræða að hagsmunir nágranna skerðist í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn. Það er sem sagt að við getum samþykkt að veita framkvæmda eða byggingarleyfi og heimila að vikið sé frá kröfum breytingu á deiliskipulagi. Þannig að þetta er spurning hvernig við viljum skilja þetta og auðvitað er það spurning hvernig bara bæjarstjórn vill afgreiða máli. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi málið. Það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúa og þeir sem áhlýða. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom hér upp með þarna eins og alltaf mjög góðar pælingar og djúpar. Ég er sammála honum því leyti að mál sem þessi þurfa að koma inn fyrr, en hins vegar eins og forseti kom inn á þá er heimild í reglunum þar sem breytingin er það óveruleg, þá er heimild til þess að afgreiða hana hér. Málið snýst að lækka gólfkvóta. Þetta hefur engin áhrif á aðra lóðir eða nágrenni, einungis þetta húsnæði og sett fram til hagræðingar fyrir þá í væntanlega íbúa. Þannig að ég allan að leggja til að við höldum okkur bara við afgreiðslu málsins eins og þetta sett fram og það er það bara kosið það hér. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem áhlýða. Ég ætla að koma hér upp og þakka kollega mínum Einari Brandsssyni bæjarfulltrúa fyrir sitt innlegg hér áðan og tek heilshugar undir orð hans með það að þetta eru algjörlega ótæk vinnubrögð að við séum að skella inn hér málum svo seint til okkar án þess að í rauninni senda okkur þá allavega skilaboð kannski eða hringi okkur af því við erum ekki alltaf kannski með tölvupóstinn opinn. Jú, við erum í vinnu og maður leggur í vana sinna að lesa fyrir fundi kvöldi áður og til þess að vera þá með réttustu og nýjustu gögnin í höndunum. En hins vegar skil ég alveg að skipulags- og umhverfisráð vilji ýta eftir einhvernum málum af því að þeir eru að funda eða þau eru að funda
degi fyrir bæjarstjórn, en þá skulum við bara temja okkur þau vinnubrögð að láta okkur vita á þeim degi sem gögnin koma. En þetta eins og formaður skipulags- og umhverfisráðs segir, kannski óveruleg breyting og fyrir mitt leyti samþykki þetta hér og en vill árétta það að við tökum okkur á í hvaða mál við erum að setja á dagskrá og þá allavega upplýsa bæjarfulltrúa það. Takk fyrir. Fulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og ég vil sömuleiðis þakka fyrir þessar ábendingar og varðandi það að mál komi seint inn og mun gera mitt sem forseti bæjarstjórnar til þess að ýta á eftir því að gögn berist fyrr. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hafði beðið um orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það má ekki í rauninni taka orð mín þannig að ég hef í sjálfsögðu ekki breytingun að gera. Mér finnst hún bara alveg sjálfsögð. Og ég held að það bæti út yfir bragð götunnar. Ekkert á móti því og mun greiða atkvæði alveg með því að þessi breyting fari fram. En ég vil vera öruggur á því að ég sé að gera þetta á réttan hátt. Og við getum, ef að ég túlka lestur minn á þessum greinum í skipulagslögum eða byggingarlögum á þann hátt að við getum samþykkt þessa breytingu, deiliskipulagsbreytingu, fyrir þessa lóð þessa breyting á kótunum. Ég átta mig ekki á því að það sé hægt að byggja hús án þess að í rauninni að sé rétt skipulag, sem sagt að það sé byggt á grundvelli skipulags. Ef við ætlum að sem bæjarstjórn sem að við höfum heimildina til þess að gefa út framkvæmda og byggingarleyfið, við afsölum það svo til byggingarfulltrúa og þá kannski skipulags- og umhverfisráðs. Þannig að hér inni getum við alltaf tekið okkur það vald að breyta þessu. Og breytingi sem slík er í lagi. Ég bara ekki sannfærður það að við séum að gera þetta rétt. Ég hefði haldið að við ættum að breyta deiliskipulaginu fyrir lóðina sem við getum gert bara hér og nú samkvæmt lögunum af því að það eru virkilega óverulega breytingar að ræða og klagar ekki upp á neitt. Og ef að ég skildi rétt þurfum þá ekki eins og að senda þetta inn til samþykktar. Og á grundvelli þeirra breytingar getum við gefið út byggingar og framkvæmdaleyfi. Þetta bara mín skoðun. Ég mun ekki tefja þetta mál ef að viljið fyrir því að afgreiða þetta á þennan hátt, þá verður bara svo að vera. En ég ekki sannfærður. En breytinguna ég alveg sammála að lækka gólfkvótann. Það ekki máli. Takk fyrir. Já, bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu. Þættinum hefur borist bréf, en það fór fram svona örsnöggt tékk hjá
lögfræðingi í skipulagsmálum og samkvæmt þessari orðsendingu þá þetta þannig að við erum að umsóknin sú, að tillagan sú að við samþykkjum byggingarleyfi með fráviki frá skipulaginu. Að sveitarstjórn sé að samþykkja frávik frá skipulaginu með útgáfa þessa byggingarleyfis. En ekki, að þetta sé ekki breyting á skipulaginu sem slíku. Skipulagi götunnar eða hverfisins. Þetta bara, við erum að samþykkja frávik fyrir þessa lóð. Og þess vegna væri réttara kannski að orða tillöguna þannig að frávik frá skipulagi, ekki breytingin, heldur frávik frá skipulagi telst fyrir óverulegt og fel ekki í sig skerðingu fyrir hlutaðeigandi. Þannig að samkvæmt því að þá afgreiðum við málið í því formi sem það kom inn, en umræðan hér gefur okkur tilefni til þess að við förum betur í þetta og skoðum þessi skipulagsmál alveg í kjölinn, að við séum örugglega að gera þetta rétt. Já, við vitum það að kvöldi. Þannig að bæjarfulltrúar fá upplýsingar það. Þannig að ég allavega leggja til að við klárum málið í því formi sem það kom inn á fundinn, en við skoðum skipulagsmálið betur í framhaldinu. Fleiri sem að óska eftir að ræða málið? Svo ekki og þá legg ég undir atkvæði fundarmanna þessa tillögu lækkun gólfkvóta mannvirkisins eða hússins við Asparskóga 13 úr 50 cm í 30 cm. Fráviki teljist vera óverulegt og ekki skerðing fyrir hagsmuni nágranna varðandi landnotkun, útsýni, skuggaverk eða einsýn, samanber 3. málsgrein 43. grein skipulagslaga. Þessi samþykkja þessa tillögu gjör svo að gefa merki og hún samþykkt með 9 atkvæði. 5. mál hefur málsnúmerið 1805071. Þetta deiliskipulag Smiðjuvalla fyrir Smiðjuvelli 12, 14, 16, 18, 20 og 22. En samþykkt var í bæjarstjórn þann 14. maí 2019 deiliskipulag Smiðjuvalla vegna lóðanna við Smiðjuvelli 12 til 22. Tillagan var auglýst frá 5. mars til og með 28. apríl 2019 og engar athugasemdir bárust á auglýsingatíma. Skipulags- og umhverfisráð leggur nú til við bæjarstjórn að lagfæringar verði gerðar á deiliskipulaginu sem felast í að breyta lóðamörkum og horni Smiðjuvalla og Þjóðbrautar vegna mögulegs hringtorgs og stærð lóðar verði leiðrétt. Ennfremur hefur uppdráttur og greinargerð verið lagfærð vegna ábendinga Skipulagsstofnunar frá 31. maí 2019. Lagfæringar eiga ekki við efnisatriði deiliskipulagsins eða hagsmuni annarra en nágrannakaustaðar. Og orðið laust þessa tillögu. Það enginn sem að óskar eftir að ræða hana, þannig að þeir sem að samþykkja þá þessa breytingatillögu gjöra svo að gefa merki. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá höfum við lokið þeim málum sem hér eru til afgreiðslu og förum yfir í framlagðar fundargerðir. 7. mál á dagskrá eru þá fundargerðir bæjarráðs á árinu 2020, málsnúmer 20.01.002 og hér eru lagðar fram 2 fundargerðir frá fundunúmer 34.03 þann 27. febrúar 2020 og 34.04 frá 6. mars 2020. Og orðið laust þessa fundargerðir bæjarráðs. Það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Það örfá atriði í þessari, eða nokkur atriði í þessari fundargerð sem mér langaði aðeins að fara yfir.
En það er til dæmis fyrsta málið sem eru frumvörp, reglur og þingsályktunartillögur að þar var eitt mál á dagskrá eða eitt frumvarp eða drögafrumvarpi breytingar á sveitarstjórnarlögum og lögum tekjustofna sveitarfélaga sem sagt í samráðsgátt stjórnvalda og bæjarráðið auðvitað fylgir þessum málum fast eftir hvað varðar sameiningar sveitarfélaga. Og í rauninni umsögn okkar var á þá veg að við rauninni bara hvetjum ráðherrann til dáða í þeim efnum og ekki að gefa neitt eftir. Hvað varðar tímasetningar eða viðmið. En hvað varðar þáttinn sem snýr að tekjustofnunum að þá er rauninni bæjarráð að mótmæla því að fjárframlag til sameininga skuli tekið úr er rauninni frystur milljarður inn í jöfnunarsjóði til að standa straum af sameiningakostnaði sveitarfélaga eða þeim áformum og gerum alvarlegar athugasemdir við það og hvetjum til þess að það verði ekki gert, heldur komið nýtt fjármagn. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra var hér á Akranesi með fund í gærkvöldi þar sem þetta meðal annars var til umræðu og þú var svona svarað í og af hvort það kæmi inn nýtt fjármagn inn í þetta en við munum auðvitað bara halda áfram að fylgja þessu eftir og þegar þetta kemur til umræðu og þinglegrar meðferðar að þá munum við, ef ég þekki ráðsmenn bæjarráðs eins og ég þekki það og þá munum við halda áfram að fylgja þessu máli eftir. Næsta mál á dagskrá sem ég langaði aðeins að tala er hjá mér hérna. Það er Héraðsskjalasafnið og þarna í rauninni kom Ella María Gunnarsdóttir inn á fund. Hún er forstöðumaður menningar og safnamála. Tekur sæti á fundi bæjarráðs og kemur með tillögu hér skjalavarðar að tímasettri úrbótaáætlun til umfjöllunar bæjarráði og kemur frá menningar og safnanefnd og hér er verið að benda á mikilvægi þess að staðsetning Héraðsskjalasafnsins innan stjórnskipunar Akraness endurspegli hlutverk þess samkvæmt lögum opinber skjalasöfn og ýmsa aðra þætti. Og það hefur verið niðurstaða bæjarráðs að auðvitað þakka fyrir vandaða og greinargóða vinnu við gerð umbótaáætlunar og bæjarráð ákvað þessum fundi sínum að fela bæjarstjóra og forstöðumanni menningar og safnamála að vinna málið áfram og leggja fram tillögur eigi síðar en 1. júlí næstkomandi hvernig vinna skuli að þeim úrbótum sem koma fram í skýrslu sem snúa meðal annars að skilum að ársskýrslu Héraðsskjalasafnsins og afritun mikilvægra skjala en síðan er verið að skoða sviðsmyndir hvað varðar framtíðar áform Héraðsskjalasafnsins og hvað er hægt að sjá í því. Þannig að þetta mun koma aftur inn í ráðið, bæjarráð og með mismunandi sviðsmyndum hvaða leiðir eru færar því að það eru ný lög og nýja reglur sem eru héraðsskjalasöfn sem mikilvægt er fyrir alla þá sem ætla sér að reka söfn sem þessi og halda úti að fara eftir eða annars að finna nýja möguleika hvað varðar vistun, gagna og skjala og varðveislu. Má ég sjá. Dagskrárliður 8, atvinnumál og verkefni, en þarna var til að bæjarstjórinn þátttöku Akraneskaupstaðar á ráðstefnu í Frankfurt í mars næstkomandi og ráðstefna sem hefði geta gefið Akraneskaupstað tækifæri til að vekja athygli á sér og greiða betur kannski leið milli Akraness og hugsanlegra fjárfesta í meðal annars gagnaversmálum eins og við höfum verið eða bæjarstjóri hefur verið að vinna að skoða og vinna að. Og þetta var samþykkt í bæjarráði með meirihluta atkvæða og en síðan var það niðurstaðan að vegna blessaðrar óvelkomnu COVID-19 veirunar að þessari ráðstefnu eins og mörgum öðrum
hefur verið frestað eða aflýst og þannig að það verður ekkert af þessu, en kannski að því ég er að tala blessa veiruna, þá veit ég bara innan allra stofnana Akraneskaupstaðar og hér á bæjarskrifstofunum er búið að eiga sér stað gríðarlega mikil vinna og mér langar bara að þakka starfsmönnum fyrir það og bara mikilvægt að við fylgjum öllum leiðbeiningum sem okkur eru gefnar og tökum umræðuna hófstillta og vandaða. Dagskrárliður 9, hann snýst nýlendureitin meðalteg 11 að það er beiðni endurupptöku fyrra samkomulag sem er frá árinu 2015. Samkomulag sem snerist það að byggja 4 íbúða hús sambærilegt við Suðurgötu 33 þarna á þessum nýlendureit, en í staðinn með endurvakningu þessa máls er lagt til að byggja 3 2 til 3 herbergja íbúðir og sami aðili sem snýr að þessu samkomulagi og áður og bæjarráð vísar þessu erindi til umsagnar í skipulags- og umhverfisráði. Dagskrárliður 11 er uppbygging á Jaðarsbökkum og mál sem við ræddum hér á síðasta bæjarstjórnarfundi að yrði inni í bæjarráði á fundinum sem þar kemur rétt á eftir. Og niðurstaða bæjarráðs hvað varðar þetta verkefni var að fela bæjarstjóra fjármálasviði frekari úrvinnslu málsins, en við þurfum að fá óháðan aðila til að meta rekstraráhrif af flýtingu fyrirhugaðra framkvæmda á Jaðarsbökkum, þannig að hönnun mannvirkisins geti farið fram í ár og uppbygging geti hafist á næsta ári. Ástæðan fyrir því að við höfum verið að taka þetta inn núna er bara að hefur verið bent á það hér í bæjarstjórn og bæjarráði og öðrum stöðum og með samtölum og fundum við aðila líka út í bæ að við sjáum það að það er mikilvægt að ráðast í þessi mannvirki hvað varðar íþróttakennslu, til dæmis ef við horfum til grundaskóla, varðandi starfsmannaaðstöðu á Jaðarsbökkum og aðstöðu fyrir íþróttafélög og síðan þegar við horfum til þess að vinna að framkvæmdum á þessum tímum sem eru núna, að þá getur það verið mjög hagfellt fyrir okkur að ráðast í svona verkefni. Dagskrárliður númer 13, vegir á Vesturlandi og ástand tvöföldum Vesturlandsvegar og hér er mál sem að við í bæjarráði og bæjarstjórn þekkjum öll vel og það eru mikilvægar og nauðsynlegar endurbætur og umbætur á Vesturlandsvegi Kjalarnes. En þetta mál er það að Vegagerðin hefur lagt fram frummatsskýrslu mat og umhverfisáhrifum vegna breikkunar Vesturlandsvegar á 9 kílómetra, ekki sem betur verið ekki metrar, milli Varmhóla og vegamóta Hvalfjarðarvegar og í rauninni var bæjarráð að fagna niðurstöðu frummatsskýrslunnar og mat og umhverfisáhrifum vegna vegagerðar Kjalarnes þar sem að fram kemur í þessari skýrslu að á heildina litið verði ekki umtalsverð umhverfisáhrif af framkvæmdinni og bæjarráð krefst þess í bókun sinni málið að fjárveitingar vegna vegaframkvæmda við Vesturlandsveg séu í takt við samþykkta samgönguáætlun og að framkvæmdir hefjist á þessu ári. Og bæjarráð árétta mikilvægi forgangsröðunar samkvæmt samþykktri samgönguáætlun Vesturlands þar sem áhersla er lögð á lagningu Sundabrautar, tvöföldun vegar á Kjalarnesi og tvöföldun Hvalfjarðarganga. Og enn fremur minni bæjarráð samgöngu og sveitarstjórnarráðherra á fyrri orð hans að raunhæft sé að bjóða út framkvæmdir við Sundabraut á þessu kjörtímabili og framkvæmdir geti hafist á næstu 3 til 4 árum. Bæjarráð eins og áður ítrekar að þessi orð skulu standa og þessari bókun hefur verið komið á framfæri við samgönguyfirvöld og þingmenn Norðvesturkjördæmis, Suðvesturkjördæmis og Reykjavíkurkjördæma. Og bæjarstjóri fékk það bæjarráð fól bæjarstjóra að senda umsögn frummatsskýrsluna mat og umhverfisáhrifum vegna breikkunar Vesturlandsvegar til vegagerðarinnar. Þannig að þetta er auðvitað sérstakt mál að bæjarstjórn og bæjarráð og samtök sveitarfélaga á Vesturlandi berjist fyrir mikilvægum umbótum í öðru kjördæmi, en þetta er auðvitað bara mjög margir íbúa okkar sem að fara þennan veg dag hvern
og mikið hagsmunamál að hann sé í lagi fyrir alla aðila. Þannig að þetta var auðvitað líka tekið upp á fundi með ráðherra í gær og það er notað hvert til efni sem gefst til þess að ýta á eftir þessari mikilvægu samgönguumbótum. Númer 14 orkukröfur iðnaðarstaða fyrirtækja á Grundartanga og þarna voru til umræðu í bæjarráði það eru til dæmis yfirlýsingar sem að forstjóri Landsvirkjunar hefur verið með í fjölmiðlum og umræða mikilvægi þess að staðin sé vörð þau mikilvægu fyrirtæki fyrir okkar atvinnusvæði sem inn á Grundartanga og bæjarráð ályktaði málið og mikilvægi þess að stjórn Landsvirkjunar stígi fram og eða sem sagt, já, að þeir muni, nú er ekki með þetta nákvæmlega fyrir fram að mig, ég glemdi blaðinu á borðinu mínu, en ég veit að það eru fleiri aðrir aðilar sem vilja kannski fara betur ofan í þetta mála eftir að stjórn Landsvirkjunar, hvort að hún sé sammála orðum forstjóra Landsvirkjunar sem hann hefur meðal annars látið falla og hvetja þingmenn meðal annars til að fylgja eftir þeim góða verki sem iðnaðarráðherra er að setja í gang hvað varðar þessi mikilvægu fyrirtæki. Ég held ég láti þessu lokið að sinni en kem aftur upp ef einhverja spurningar eru. Takk. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur beðið orðið. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla svo sem að taka undir með Elsu Láru Arnardóttur, formanni bæjarráðs og ætla að fara hér í fundargerð 1403 fundar og kannski byrja því að vekja athygli á mál númer 13 sem snýr að vegum á Vesturlandi og flugvöldum Vesturlandsvegar á Kjalarnesi. Ég satt þennan fund sem var haldinn hér, opna fund á vegum Framsóknarflokksins sem haldinn var hér á Garðavöllum í gærkvöldi og var ákaflega fróðlegur og skemmtilegur fundur. Ég ætla að hrósa samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra fyrir þennan fund. Hann stóð sig í rauninni mjög vel og talaði afdráttarlaust og ég tel að við hér á Akranesi höfum náð að snerta einhverja strengi hjá ráðherranum því að mér sýnist að vera sammála okkur í nánast eiginlega öllum málum sem við höfum lagt fram og lagt áherslu á. Hann er einari stuðningsmaður þess að flugvöldum Vesturlandsvegar gangi hratt og örugglega fyrir sig. Hann er með verkefni varðandi Hvalfjarðargöng á sínu borði og við væntum þess að hann fylgi því eftir og hann er líka vakandi yfir hagsmunum okkar varðandi Sundabraut. Og það skiptir máli og það skiptir máli þessar samgöngubætur verða allar að veruleika og hefjist sem flestar á þessu kjörtímabili. Og ég skildi ráðherra þannig að það myndi ekki stranda á ráðuneytinu í því tilliti og það var ánægjulegt að heyra hvernig hann talaði þá skrýtnu niðurstöðu að það skyldi þurfa að fara fram mat á Vesturlandsveginum og hann var ánægður með að Vegagerðin skyldi í rauninni hafa kært eins og við gerðum og ég vil leyfa mér að trúa því að það verið settur virkilegur kraftur í þetta mál af hálfu Vegagerðarinnar og þegar við fáum leyfi þá muni þessi vegbútur verða settur í forgang. Ég ætla líka að hrósa ráðherranum fyrir það að hann tjáði okkur það að
það væri verið að vinna að Sundabrautinni þó að það færi ekki hátt og samtalið við Reykjavíkurborg væri í gangi. Og það skiptir miklu máli fyrir framhaldið að því að það samtal verði innilegt og lausna með það. Og ég vona allavega að menn nái niðurstöðu það, því það er ákaflega mikilvægt fyrir okkur Skagamenn. Og var þetta mál númer 14 orkukrefjandi iðnað og stöðu fyrirtækjanna á Grundartanga, þá fór formaður Bæjarráðs ágætlega yfir þá hagsmuni sem í húfi fyrir okkur. Og mér langar kannski að vekja athygli á tvennu. Það komur óvart hversu litla athygli þetta mál vakti í fjölmiðlum. Og nú veit ég að COVID-veiran hefur fengið gríðarlega mikið af fréttum og svo hafa auk þess verið verkföll hér í gangi sem hafa haft mikil áhrif á samfélagið. Þetta mál sem skiptir okkur Skagamenn gríðarlega miklu máli og það skiptir máli að við látum í okkur heyra. Þannig að ég er mjög ánægður með Bæjarráð. Það skildi hafa tekið þetta mál fyrir og álykta með þessum hætti. Það sem er líka að gleymast aðeins í þessu að það er að Landsvirkjun ræður ekki þessi máli einn. Og það hefur stundum verið þannig að menn hafa leyft Landsvirkjun að vera í fyrirsvari fyrir það hvernig við ætlum að byggja upp orkustefnu á Íslandi. Og ég vil minna í því sambandi á leiðarljós sem að ég tel reyndar að hafa verið unnin inn í orkustefnuna upp úr málflutningi okkar hér á Akranesi. Það sem að talaður að það skuli hámarka samfélagslegan ávinning af nýtingu orkunnar. Það segir mér að það sé ekki eingöngu hugsað að auka arðsemi Landsvirkjunar. Það sé líka hugað að því að það verði til störf út í samfélaginu og þetta nýtist til þess að gera sveitarfélög sterkari og í rauninni sjálfbær. Og við eigum að hamra endalaust á þessu. Ég vil jafnvel minna á að annar leiðarljós snýr að því að styðja við atvinnustefnu í samspili við lykilatvinnugrein. Og orkusækin iðnaðar er augljóslega lykilatvinnugrein fyrir okkur hér á Vesturlandi. Og sennilega sú atvinnugrein sem skiptir okkur hvað mestu máli. Jafnframt að styðja byggðastefnu og jákvæða byggðaþróun til lengri tíma. Þetta kemur fram í ályktun Bæjarráðs og Bæjarráð kallar einnig eftir aðkomu Samkeppniseftirlitsins. Og það hefur eiginlega verið grátlegt að fylgjast með umræðunni í fjölmiðlum. Það sem að aðilar hafa tjáð sig eins og Landsvirkjun starfi í einhvers konar tómarúmi eða ráði algjörlega ferðinni. Ég vil minna það að orkuvinnsla hefur verið skilgreind í rauninni sem samkeppnismarkað. Það þýðir að Landsvirkjun er í rauninni að keppa við önnur fyrirtæki viðskiptavini og að fá að virka. Og ég verð að segja það að eins mikið og ég þekki til í samkeppnisrétti, þá kemur það mér á óvart að fyrirtæki eða fyrirsvarsmenn þess skuli fá að tala til sinna viðskiptavina eins og að þeir skipti fyrirtæki engu máli. Og í rauninni segir bara við þessi fyrirtæki, við ráðum þessu. Og þegar fyrirtæki er í einokunar stöðu, þá hljótum að kalla eftir því að Samkeppniseftirlitið skerist í leiki og að minnstakosti kanni þennan markað, gefi það út álit sitt af því hvernig þeir túlka að þessi markaður sé. Er þetta fákeppnismarkað? Er þetta raunverulegur samkeppnismarkað? Eða er þetta hreinlega einokunarmarkað? Það skiptir það máli hvernig leikreglurnar verða á þessum markaði. Nú er þetta ekki alveg einfalt mál, vegna þess að þetta eru gríðarlega öflug fyrirtæki sem er að ræða. Þeir sem eru að semja við Landsvirkjun, þetta eru þetta risastór fyrirtæki á íslenska mælikvarða og í rauninni stór meiri segja í alþjóðlegu samhengi. Þannig þarf auðvitað að meta kaupendastyrki. En það verður ekki horft fram hjá því. Landsvirkjun er eftir sem áður í þeirri stöðu
ef þeir vilja ekki selja raforkuna, eða eru ósáttir við þau verð sem þeir fá, þá ekki önnur hús að leita orku. Ég kalla líka eftir því eins og bæjarráð að við sjáum nú framan í stjórnarmenn Landsvirkjunar. Allt of lengi hafa þessi stjórnarmenn verið í skugga forstjórans. Og það athyglisvert að ekki einn einasti fréttamaður virðist hafa gert tilraun til þess að ná í stjórnarformann Landsvirkjunar, Jónas Þór Guðmundsson. Hann hefur ekki þurft að útskýra það hvort að forstjórinn sé að framfylgja stefnustjórnar eða hvort að hann tali í eigin nafni. Og ef hann talar í nafni stjórnar, þá vil ég gjarna fá að vita hvaðan stjórnin að fá umboð sitt til þess að fara fram með þessum hætti. Hver ákvað breytinguna, stefnubreytinguna hjá Landsvirkjun árið 2010? Þegar nýr samningur var gerður í Rio Tinto. Hver ákvað þá breytingu? Var það gert í ríkisstjórninni? Var það gert á Alþingi? Eða var það bara gert í stjórn fyrirtækisins? Við hefum rétt á því að þessi svör liggi fyrir og við getum þá hertað upp á þau pólitísku öfl sem að þessu stóðu eða stýra málaflokknum í dag það hvort að þetta að ganga svona áfram. Og við hefum ekki draga neitt á út í þeim málum. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð bæjarráðs. Það bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla að tala aðeins um lið númer 11, það er uppbygging á Jaðarsbökkum. Ég fagna því bara fyrir hönd okkar manna bara Akranesi að þið verður huga því að flýta þessum framkvæmdum, bara líka í ljósi þess atburða sem hafa gerst á undanförnum sem að gerast í kringum okkur, þá bara ekki veitir af að hið opinbera komið að og fara framkvæmdum meira, þannig að ég vonandi tekst bara að flýta þessum framkvæmdum sem fyrst. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Við erum að ræða hér fundargerðir bæjarráðs og langar mig svona aðeins að taka orðið hérna undir örfáum liðum. Þá byrja á fyrsta liðnum þar sem að við erum að fjalla um frumvörp, reglur og þingsályktunartillögur og byrja því að taka kannski undir orð bæjarfulltrúa Ólafs Adolfssonar hér áðan og þakka framsóknarmönnum fyrir að halda hér opinn fund og þakka bara fyrir það að mæta þann fund og þó að maður hafi verið gerður af framsóknarmanni í Skessuhorni í dag þá lét ég nú snarlega leiðrétta það. Gerði það. Það sem stóð að ráðherra ræddi við flokks systkin sín eða eitthvað slíkt og mynd af mér í bakgrunni. En þá var þetta nú opinn fundur svo því sem nú algjörlega komið til skila. En ég sammála bæjarfulltrúa Óla Adolfsssyni með það að ráðherra stóðu sig vel á þessum fundi og ég vona svo innilega í hjarta sínu hann sammála okkur og hef fulla trú á því að flýta framkvæmdum og svara okkar kalli með samgöngubætur. Elsa Lára Arnardóttir formaður bæjarráðs nefndi hér áðan líka varðandi sveitarstjórnarlögin og lög tekjustofna sveitarfélaga og jöfnunarsjóðinn það að taka þar frá ákveðna fjármuni
jöfnunarsjóðs til hvata fyrir sveitarfélög til sameiningar og við mótmæltum því og veit ég það að önnur sveitarfélög gerðu það, Samband íslenskra sveitarfélaga gerði það. En ráðherrann sagði það þarna í stólnum eða þarna við borðið þar sem hann stóð að það yrðu teknir peningar úr jöfnunarsjóði og ætlaði að vonast til þess að hann fengi auka fjármagn. Þannig að nú verðum við bara að bíða og sjá hvort að hann nái því í gegn. Við bíðum að sjá en þetta yrði held ég skellur ef að verið að taka svo mikla fjármuni frá jöfnunarsjóði. Ég held að það bitni á okkur sveitarfélögum, það bitnar á landshlutasamtökum og fleiri aðilum væntanlega. En mér langar svona að hvetja bæjarfulltrúa sem eru kannski ekki búin að fara inn á samráðsgáttina og skoða þær umsagnir sem hafa komið undir þetta mál að það er mjög athyglisverð nálgun Hvalfjarðarsveitar í þessu máli og ég ætla bara án þess að segja nokkuð meira um það hér í pontu þá hvet ég ykkur til þess að rýna það af því það er mjög athyglisvert. En kannski ekki óvænt. Það fara allir inn á gáttina. Ég hefði viljað tala hér líka undir 8. liðnu sem er atvinnumál verkefni og formaður bæjarráðs nefndi það hér að þetta var samþykkt með atkvæði meirihlutans. Meirihluti atkvæða, já, og það var meirihlutinn nákvæmlega sem ákvað það að taka frá fjármuni rúma 1 milljón fyrir ferð sem bæjarstjóri ætlaði að fara í með starfsmanni öðrum sér til hals og trausts til Þýskalands og ég satt hjá í þessari atkvæðagreiðslu og ástæðan fyrir því er ég spurði sjálfa mig og spurði svo sem fundinn hvort þetta væri réttur tími til þess að fara í eitthvað svona æfingar á þessu stigi málsins þar sem við ræðir ákveðna landnotkun á landi sem við höfum ekki festur á núna eins og staðan er og ég hefði viljað klára það mál en auðvitað er þessi ráðstefna þá og þegar og við stýrum því ekki en þetta er svona spurningin hvort að þetta var réttur tíma að fara akkurat á þessa ráðstefnu eða í eitthvað annars konar verkefni þá var ég allavega ekki tilbúin að samþykkja þetta og er afskaplega glöð bara fyrir hönd Sævars bæjarstjóra að hann hafi ekki þurft að fara í þetta ferðalag eins og ástandið er í heiminum. Og þá að næsta máli sem er 11. mál, uppbygging á Jaðarsbökkum. Ég ætla nú að byrja á því að fagna því að fulltrúi meirihlutans kemur hér upp og fagnar því að þegar farið þetta því það yrðu nú ekkert litlar umræður hér daginn þegar við vorum að ræða þetta mál og þá var reyndar bæjarfulltrúi Guðjón Viðar ekki á þeim fundi. En ég er bara glöð að heyra það að hann sé sammála okkur í Sjálfstæðisflokknum með þetta mál. Af því að til þess að rifja aðeins upp þá ræddum við þetta oft og ítrekað í fjárhagsáætlunarvinnunni fyrir 2020 og 5 ára áætluninni og við bentum á það Sjálfstæðismenn ekki einu sinni og tvisvar að við vildum sjá þetta framar í röðinni. Þessu var tekið út í langtíma áætluninni og skellt aftur inn að því við fórum fram á það Sjálfstæðismennirnir og þá fallist á það og formaður bæjarráðs nefndi það hér áðan að það hefði verið bent á þetta. Ég held hún hafi vandað sjálf einstaklega vel þegar hún orðaði þetta að það eru kannski svolítið Sjálfstæðismenn sem hafa verið að benda ótt og títt á þetta og ef ég bara vitna aðeins í grein okkar Sjálfstæðismanna frá desember 2019 það sem er akkurat þessi titill uppbygging á Jaðarsbökkum. Sjálfstæðisflokkurinn vakti athygli á því í fyrri umræðu fjárhagsáætlunar fyrir skömmu
að uppbygging á jaðarsbökkum var slegið á frest. Slíkt óásættanlegt, verkefni mjög metnaðarfullt og mun mannvirki nýtast vel skólasamfélaginu, íþróttahreyfingunni og styður við stefnu heilsueflandi samfélag sem Akranes kaupstaður nú þátttakandi í. Samþykktar síður að verja fjármagni á árinu 2021 og 2023 til verksins. Sjálfstæðisflokkurinn fagnaði því, en betur má ef duga skal, því þeir fjármunir duga skammt. Þykir þessari lesningu. Það var haft á orði hér, þegar við ræddum þetta hér á síðasta fundi bæjarstjórnar að síðasti meirihluti hafi kannski valið það að slá þessu á frest með því að velja það að byggja fimleikahús á Vesturgötu. Það greinilega ekki núna að menn séu tilbúnir að horfa í það að flýta þessari framkvæmd og þetta var mikið rætt í bæjarráðinu og ég fagna því. Auðvitað þarf að fara í þessa óháðu úttekt og það fyrsta skref og það var unnin gríðarlega mikil vinna á síðasta kjörtímabili undir formennsku Þórðar Guðjónssonar og það sem var þverpólitískur hópur myndaður að koma að þessari vinnu og fyrir þá sem kannski ekki hafa kynnt sér það plagg þá það nokkuð ítarlegt og gott og ég seti allavega stór spurningamerki við það að við þurfum að eyða gríðarlegum fjármunum í hönnun á þessu verki. Af því að ég held að það sé komið ansi langt þó að eflaust eigi eftir að hnýta einhverja enda. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, hún kom hér upp í pontu fyrir ætlaði ekki verið 3 fundum og var svona að reyna að brýna meirihlutann með þetta mál að koma þessu aftur á dagskrá og vitnaði þar í samtök atvinnulífsins að í kólnandi hagkerfi verðum við að gera svo vel að taka þátt í því að flýta framkvæmdum og það var virkilega ánægjulegt að sjá það að ríkisstjórnin steig fram í dag á fundi þar sem þeir kynntu 7 aðgerðir hvernig þeir ætla að mæta þeim áskorunum sem að samfélagið á Íslandi og svo sem út í heimi að kljást við í dag en þar sem að þau sitja algjörlega á stefnuskrá sína að aukinn kraftur verður settur í framkvæmdir á vegum hins opinbera sem sagt á þessu ári og því næsta. Þannig að ég tel að við erum skrefið og undan þeim en fagna því að þau fylgi okkar skrefum og ég óska þess svo heitt og innilega að meirihlutinn fylgi því áfram að hlusta á okkur heilræði í Sjálfstæðisflokknum. Takk. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir bæjarráðs. Það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sem var sjónarmun á undan. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Ræðum fundargerðir bæjarráðs. Og mér langar að koma hérna inn á málsliður. Eins og þeir sem undan hafa komið hér, þá lýsi ég yfir mikil ánægju með að þetta mál sé komið í þennan farveg. Hins vegar það ekki þannig eins og mér finnst skynjaði að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir væri að setja fram að það hefði ekki verið áhugi hjá meirihlutanum farið í þetta verk. Það er alls ekki þannig. Hins vegar var það þannig að meirihlutinn ákvað að taka leikskóla fram yfir. Leikskóla sem verður byrjað á þessu ári. Hönnun að fara af stað. Núna er í gangi þessi vinna, eins og kemur þarna fram, að athuga hvort við getum farið í þetta verk. Og ef að því verður, þá held ég að það sé fullur vilji, bæði því á meiri og minni hluta að ráðast í það.
og það alls ekki þannig að við höfum eitthvað verið að draga lappirnar, heldur erum við í mjög miklum framkvæmdafasa. Við erum að fara að byrja að byggja leikskóla. Við bjóðum út núna reiðhöll á næstu vikum og byrjum vonandi í sumar. Við erum að fara salinn hérna þjónustumiðstöðin á Dalbrautinni, afhenta mjög fljótlega og förum inn í þetta. Það sér fyrir endan á Fimleikahúsi, þannig það eru mjög mikla framkvæmdir hérna. Það er byrjað að klæða Fimmvörðuhús og vonandi kemur það inn í haust, í notkun, á að klárast núna á summánuðum, þannig að það er ekki eins og við höfum ekki verið að framkvæma. Við erum að framkvæma gífurlega mikið og ég held að þetta sé bara næsta verkefni sem við eigum að horfa til. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við ræðum hérna bæjarráðsfundargerð og það er búið að taka til máls hér undir ýmsum liðum og ég ætla svo sem ekkert að fara yfir marga liði. Ég ætla að fara hérna í þann sem að ég þreytist aldrei á að ræða en það er uppbyggingin á Jaðarsbrekku, þetta er liður 11. Mér í rauninni finnst orðið flýting eða flýt einhverju í þessu sambandi vera öfumæli í rauninni því að þessum framkvæmdum var slegið á frest og ég held að meirihlutinn hafi fengið svona sæluhroll alveg þegar þeir lásu Skagafréttir það að þeir væru að fara að flýta framkvæmdunum og ég gerði smá athugasemd við það við ritstjóra Skagafrétta og það fannst það ekki leiðilegt heldur en sannleikurinn er náttúrulega sá að fyrri meirihluti, hann gerði ráð fyrir því að árið 2019 þá myndum við nota 100 milljónir til þess að ýta þessum framkvæmdum á stað og núverandi meirihluti þegar hann tók til valda, hann lækkaði þessa upphæð við sína fyrstu fjárlagagerð niður í 75 milljónir þá fyrir árið 2019 en í rauninni notaði hann aldrei þessar peninga í að fara á stað þó með hönnunina þannig að við getum verið þó tilbúin með að byggja þegar að tækifæri hefði gefist sem að við allavega í minnihlutunum töldum að væri komið þá núna og samkvæmt þeim áætlunum sem við vorum með þá hefði framkvæmdir hafist í ár eigi síðar. Þannig að allt tala að flýta framkvæmdum, það finnst mér svona vera aðeins öfumæli. En í rauninni má segja meirihlutinn honum til varnar að hann að sjá ljósið og ætlar að huga því að fara á stað. Þessi huga því, hann ekki búið ákveðan eitt í þessu. Við höfum hvatt meirihlutann til þess að fara á stað og sérstaklega í ljósið þess ástand sem að í þjóðfélaginu. Og eins og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom inn á þá allavega ríkisstjórnin á þeirri vegferð að flýta og bæta í framkvæmdir. Ég talaði fyrir því að þegar ég var við það að meirihlutinn ætlaði að fara að taka leikskóla inn og byggja hann að ég var ekki á þeirri skoðun þá að þegar þetta kom fyrst til tals að það væri þörf á leikskóla. En meirihlutinn vildi meina það og
eins og ég hef sagt hér áður að þá hef ég átt samtöl við fólk sem að hefur komið mér á þá skoðun að í sjálfu sér má alveg leiða því í rökum að sé þörf fyrir nýja leikskóla sem fyrst. En ég hefði og talaði fyrir því að við bættum honum bara vona þá áætlun sem við höfðum í huga á sínum tíma. En niðurstaðan var svo að núverandi meirihluti færði til framkvæmdirnar á Jaðarsbökkum og seinkaði þeim. Það sem að kannski að vekja er það að nú liggur fyrir að við þurfum að leggja mikla peninga í byggingu eða í byggingarnar á Jaðarsbökkum til þess að uppfæra þær í það ástand sem viðunandi þegar horft til starfsfólks og þá íþróttakennarar og annað að þeir hafi viðunandi aðstöðu sem að var í rauninni fyrirhuguð í fyrsta áfangunum af uppbyggingunni. Þannig að ef við hefum farið á stað á réttri áætlun að þá værum við að sjá endurbætur og á þeirri aðstöðu sem að starfsfólk og íþróttakennarar hafa á næsta ári ef við haldum okkur við upphaflega áætlun. Og ég fagna því að við eigum þá allavega harðan talsmann í meirihlutunum í bæjarfulltrúanum Guðjóni Viðari Guðjónssyni og ég hef ekki að hann nýta við sína fólki. Nú, ég talaði framkvæmdir sem væru nauðsynlegar núna við núverandi húsnæði og þannig vildi til að stjórn knattspyrnufélagsins boðaði bæjarstjórnarfund en svo illa vildi til að þeir boðuðu fundinn á eina tímanum sem þeir vissu að ég get ekki komið. Þannig að ég sat ekki þennan fund en það hefur sennilega komið eitthvað meira fram þar heldur en að ég veit það sem nauðsynlegt að gera og kannski einhver upplýsi það hér. Ég ætla nú ekki að hafa lengri orð þetta, búin að tala þetta tölvöld mikið og Ragnar B. Sæmundsson, bæjarfulltrúi, hann nefndi það eru mikla framkvæmdir og það er alveg rétt en þær framkvæmdir voru í rauninni búa á stað af fyrri meirihluta og sem betur fer það bakkaði núverandi meirihluti þó ekki úr þeim framkvæmdum. En ég ætla að lokum í 14. lið að taka undir hvert orð sem Ólafur Adolfsson bæjarfulltrúi fór hér yfir hvað varðar Landsvirkjun. Það er alveg með ólíkindum að ein stofnun sem við eigum öll saman skuli ganga fram eins og Landsvirkjun hefur gert. Við eigum ómælda fjársjóð í rafmagninu okkar og við teljum ef við værum skynsum og getum notað heita vatnið okkar og ég held að ástand sem að blasir við okkur í dag sýnir það að við ættum að hafa það í huga þegar við erum að selja þennan fjársjóð að hann nýtist öllum og ég heyrði viðtal við einhvern garðyrkjubónda sem að fullyrti það að ef að þeir fengju raforku á skynsamlegu verði og þá gætu þeir framleitt nánast allt grænmeti og töluvert mikið ávöxtum sem að við þyrftum hér og við getum verið okkur sjálfum nóg og það skapar heilmikið nauð að eiga svoleiðis fyrirtæki en þurfum ekki þá að vera að kaupa þetta allt erlendis frá. En Ólafur Adolfsson bæjarfulltrúi, hann hefur allan minn stuðning í þessari orrustu sinni við Landsvirkjun. Takk fyrir.
Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson biður orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Það öllum frjálst að túlka orðin hvernig sem þau vilja. Getur bara eðlilega hafa sinn veg, þá var það bara þannig. En ég var náttúrulega bara að hugsa sem iðnaðarmaður og annað að það er bara gott að fá atvinnu í bæinn. Það er bara þetta skiptir máli okkur alla. En ég man ekki við vorum bara búin að gera forgangsraða. Það er ekki verið að átt aldrei að hætta við þetta og bara að fresta uppbyggingu á Jaðarsbökkum. Mér minni bara að ég hef heyrt hér að sumir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa talað að slá að frest og hætta við leikskólann og fara frekar í uppbyggingu á Jaðarsbökkum. En hugmyndin hjá okkar er bara að gera þetta hvort tveggja. Það er bara verið að flýta framkvæmdinni á Jaðarsbökkum, ekki slá henni frest. Og ég ætla bara að ítreka þetta. Bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir biður orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Það er akkúrat þetta sem að skiptir svo miklu máli, að líta okkur nær þegar að hagkerfið er svona. Og því var nú kastað fram í gær að atvinnuleysi gæti farið upp í 12–13% þegar að vel liða á sumarið ef áföllin halda áfram að dynja á. En ég er svo sem engin spámaður í því. En ég ætla bara að vera áfram sammála Guðjón Viðari hér, bæjarfulltrúa. Að það er akkúrat þetta sem að við erum búin að vera að tala Sjálfstæðisflokkur. Að ýta við verkefninu og koma því af stað. Hverjum er það til hagsbóta öðru en iðnaðarsamfélaginu hér? Það er alveg rétt að sem að hefur komið hér fram, bæði hjá bæjarfulltrúa Ragnar B. Sæmundssyni og Einar Brandtssyni, að það eru fullt af verkefnum í gangi og fullt af verkefnum sem var farið af stað með á síðasta kjörtímabili. Öll þessi verkefni eru væntanlega að einu kannski undanskilnu sem er leikskólinn. Og þetta var allt ákveðið í fjárhagsáætlunarvinnunni. Þetta að koma aftur upp með þetta Jaðarsbakkamál sem að ég fagna gríðarlega er þá eitthvað nýtt undir sólinni og það eru breyttar forsendur frá því að fjárhagsáætlunin var samþykkt. Þannig að mér finnst Ragnar B. Sæmundsson ekki geta skýlt sig á bak við það að hann hafi verið allan tímann samþykkur þessu. Það bara segir sig alveg sjálft í fjárhagsáætlunarvinnunni og því sem var samþykkt þar. Og við vorum ósammála. Það er bara ekkert að því. En ég held að við séum að fara að stíga dansi núna og vera sammála það að þetta er verkefni sem að við viljum sjá að verða að veruleika fyrr á kjörtímabilinu. Það er alveg rétt að verkefnin eru mörg og það hefur verið talað að aldrei hefur verið eins mikill kraftur í því sem að við erum að stefna því að klára. Það var talað fimleikahúsið og það var talað framkvæmdir á Dreyra. Það er nú búið að dragast ansi lengi í það verkefni. Þannig að það er að færast töluvert á milli ára. Dalbrautarreiturinn, það er að tefjast líka þar. Fimleikahúsið er að tefjast. Og svo mætti lengi telja. En þessar framkvæmdir sem við erum að fara af stað í þessum fasa sem var samþykktur á síðasta fjárhagsáætlunarári eru framkvæmdir sem við erum að fjármagna á handbæru fé.
þetta verkefni með jaðarsbakkana svo mikið stærra verkefni að við þurfum að fara í þessa óháðu úttekt. Og svo verður bara að bíða og sjá þegar úttektinum verður lokið. Starfsmenn fjármálateymisins komu inn á fund til okkar í bæjarráði og það átti í rauninni að fara bara hrinda þessu af stað. Ég veit svo sem ekki hvað svona vinna tekur langan tíma, hvort það sé að tala mánuð eða meira. Ég átta mig ekki alveg á því og fékk svo sem ekki skýr svör það. En ég held að þetta sé bara akkúrat máli. Við þurfum að fóðra og efla atvinnu í heimabyggð. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og ég ætla að óska eftir því að fá örstutta aflýsingu í stól forseta. Varaforseti klár í slaginn. Já, við ræðum fundargerð bæjarráðs og til máls tekur Valgarður Lyngdal Jónsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að ræða mál sem hefur verið mikið til umræðu, mál númer 11, uppbygging á jaðarsbökkum. Og að byrja að segja að við getum, það er stundum merkilegt hvað við getum talað mikið mál sem við erum í raun og veru öll sammála En við erum kominir á bara eitthvað að því að mér heyrist umræðin og þá erum við kominir á stað þar sem að við erum bara öll orðin sammála. Ástæðan fyrir því að við vildum skoða þetta núna það að það kólnun í hagkerfinu og við þurfum að stuðla að atvinnu í okkar heimabyggð. Þegar það verður kólnun í hagkerfinu þá það í hagkerfinu þá tími sem opinberir aðilar eins og ríki og sveitarfélög að stíga inn með sína framkvæmdir. Halda sig til hlés í uppsveiflum eins og kostur að stíga inn þegar sveifla fer niður á við. Og þess vegna viljum við skoða þetta núna, hvort við getum flýtt uppbygging á jaðarsbökkum og náð hagkvæmri fjármögnun. Vegna þess að það auðvitað lykilatriðið að með lántöku, að við getum séð það að með lántöku að það verði framkvæmdin sjálf okkur hagkvæmari heldur en ella. Við getum unnið hana hraðar og gert hana hagkvæmari. Eins og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson benti á og tók fram og taldi upp nokkur af þeim verkefnum sem í gangi á Akranesi í dag, þá metár í fjárfestingum í Akraneskaupstað í ár. Við erum að fjárfesta fyrir 1,5 milljarð á þessu ári og það rétt sem að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa bent á að mörg af þeim verkefnum verkefni sem hófust á síðasta kjörtímabili og að ljúka núna. Þannig að og það allt saman verkefni sem við erum sammála Alveg eins og við erum sammála það að við eigum að fara í jaðarsbakkana til þess að bregðast við kólnun í hagkerfinu og sjá til þess að hér sé eitthvað í gangi. Það kom líka fram að fyrri meirihluti síðasta kjörtímabils hefði forgangsraðað jaðarsbökkum og haft uppbyggingu jaðarsbakka í sínum plönum mun fyrr heldur en var síðan sett inn í langtímaáætlanir núverandi fjárhagsáætlunar. Fyrri meirihluti hins vegar hafði enga uppbyggingu í skólamálum í sínum plönum
og það var það sem núverandi meirihluti breytti og forgangsraðaði leikskólanum fram yfir Jaðarsbakka. Og það alveg rétt og að því hefur verið spurt hér og það þannig. Núverandi meirihluti vildi forgangsraða uppbyggingu leikskóla fram yfir uppbyggingu á Jaðarsbakka og gerðum það. Og það verkefni að fara í gang núna á þessu ári. Þannig að það sem að gerast núna þetta flýting miðað við fyrirliggjandi áætlanir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom inn á það að eftir þverpólitíska starfshóp uppbyggingu á Jaðarsbökkum lægi núna ákveðnar tillögur og ítarlegar og var að velta fyrir sér rauninu hversu mikið væri eftir í hönnun. Ég ætla ekki að þykjast hafa vita því. Ég geri mér svona hugmynd það að útlitshönnun á mannvirkjunum sé í raun og veru langt komin, ef ekki bara nánast endastöð. Hvað síðan eftir, hvað var það verkhönnun og annað ætla ég ekki að þykjast hafa vita og vona bara að eða treysti bara okkar fagmönnum til þess að gera það. En þegar allt kemur til alls, þá erum við komin á sameiginlega skilning. Við erum komin bara á sama stað. Minnihlutinn búinn að samþykkja það að við þurfum að byggja leikskóla. Við erum búin að samþykkja það að við þurfum að ráðast í Jaðarsbakka. Og núna bara gerum við okkar besta og gerum þetta bara. Já, bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal Jónsson hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem óska eftir og það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú kannski bara þakka forseta fyrir fína yfirferð hér á þessu máli frá hans bæjarfulltrúi séð, en ég vil nú kannski árétta það að minnihlutinn, hann var ekki andvígur því að fara í uppbyggingu leikskóla. Það ekki rétt. Þannig að ég ætla bara að sverja það af mér að ég hafi verið mótfallin því að byggja leikskóla. Auðvitað vorum við ekki sammála það hvar ætti að byggja og hvort að tímasetningin hafi verið akkúrat núna. En það sýnir það, tölurnar okkur það að börnunum ekkert að fjölga þannig. Og ég ætla ekki að fara aftur í þessa umræðu. En ég ætla bara að segja það að við vorum ekki mótfallin því að fara að byggja leikskóla. Þó að við hefum verið með ólíka sýn á nálgun hvernig við ættum að gera þetta. Bara koma því á framfæri. Þá hefur bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir lokið máli sínu, fleiri sem og það bæjarfulltrúin Elsa Lára Arnardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri aðrir sem á Hlíða. Ég held nú að þessu komin búið að ræða svona efnisatriði fundar frá mínum bæjardyrum séð, þá held ég að þessu komið svona svör við þeim spurningum sem hefur verið varpað fram hér undir fundargerðum bæjarráðs, en ég gleymdi einu sem ég ætlaði að gera hér áðan. Mig langaði að þakka bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssyni sérstaklega fyrir þá aðstoð sem við fengum í bæjarráði fyrir það að semja það ályktun sem að var send frá bæjarráði. Þannig að og fyrir þá baráttu sem að hann í gagnvart þessu máli og okkur mikið liðsinni hér í því. Mér langar líka að ég sagði það kannski ekki það var eins og ég væri bara að gagnrýna ráðherra kannski áðan í fyrir ræðu minni samgönguráðherrann, en ég var þetta bara mjög ánægð með fundin, ég verð að taka það fram og að það sem hann sagði þarna að það stæði til og fekk brýningum það að bjóða fari útboð á veginum Kjalarnes Vesturlandsveg núna í sumar. Það vel og nauðsynlegt og bara þakka ráðherra fyrir þann svona hug sem hann hefur í þessum málum og en ég kom hér aðal upp til að þakka Ólafi Adolfssyni fyrir hans hjálp í þessu mikilvæga máli. Takk fyrir.
Þá hefur fulltrúin Elsa Lára Arnardóttir lokið máli sínu og næstur til þess að taka til máls fulltrúin Valgarður Líndal Jónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við langar að ræða hérna 14. lið á fundi 3403 orkukrafana iðnaðarstöðu fyrirtækja á Grundartanga og fleira og þessa ályktun eða þetta erindi sem var sent á til stjórnar Landsvirkjunar, þingmanna og samkeppniseftirlits frá bæjarráði og ég vil bara árétta það að þessi orðsending bæjarráðs og það voru við sem að gerðum þessa orðsendingu og Ólafur Adolfsson bæjarfulltrúi situr ekki í bæjarráði en vissulega þökkum við ábendingar en orðsendingin bæjarráðs, bara svo það sé á hreinu. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúin Valgarður Líndal Jónsson lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir fundargerðum bæjarráðs? Svo ekki. Þær eru þá lagðar hér með fram og þá verða hér forsetaskipti og forsetinn mun halda áfram dagskránni. Já, ég þakka varaforseta fyrir libra innáskiptingu að vanda og við förum í 7. fundalið. Hann hefur málsnúmerið 20.01.004 fyrir fundargerð skóla- og frístundaráðs á árinu 2020 og hér lögð fram 125. fundargerð frá 3. mars síðastliðnum. Og orðið laust þessa fundargerð skóla- og frístundaráðs og það bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Ég náttúrulega bara að koma hérna upp og það ræðum tvennt sem í fundargerðinni og bara fagna því góða starfi sem verið að vinna hérna á Akranesi. Fyrst langar mig að minnast á læsistefnu leikskólana á Akranesi en hún var kynnt fyrir okkur í skóla- og frístundaráði á síðasta fundi. Læsistefnan mjög metnaðarfull og var unnin af aðstoðarleikskólastjóra leikskólanna á Akranesi og búið að kynna hana fyrir foreldrum leikskólabarna og leikskólastarfsfólki og áhugasamir geta fundið upplýsingar hana á heimasíðu Akraneskaupstaðar. En þessi læsistefna bara skýrt dæmi það frábæra starf sem unnið á leikskólanum á Akranesi. Svo ætla ég að fara hérna í 5. lið á fundinum. En þá kom fram að meiri nýting á tómstundastyrk árinu 2019 en árið á undan. Og ég ætla að nýta tækifærið og þakka fulltrúum Þorpsins og Hildi Karin hjá Íþróttabandalaginu sem hafa verið í grunnskólanum á þeim dögum sem foreldraviðtölin fara fram til þess að kynna íþrótta- og frístundastarf á Akranesi og kynna nýtingu á tómstundastyrknum fyrir foreldrum og börnum. Og við á Akranesi getum verið stolt af því íþrótta- og tómstundastarfi sem í boði á Akranesi og bara ætla ég að nota tækifærið hér og þakka öllum þeim sem vinna í því góða starfi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir hefur lokið máli sínu. Það fleiri sem að óska eftir að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er 4 sem ég langar aðeins að koma hérna inn á. Þar að ræða sæti í stúku við Akraneshöll. Ef ég skildi það rétt þá var þetta í rauninni í öll íþróttamannvirkin en það er kannski ekki atriði sem ég ætlaði að fara inn á en ég langar að koma með þá hugleiðingu hvort að hægt sé að framkvæma uppsetninguna á þessum stólum. Það þarna inn í þessu sem sér liður og töluverðar upphæðir í því. Hvort við gætum komið því inn í þannig að uppsetningin þá unnin undir einhverju leiðsögn af
allavega heimamönnum og mér datt jafnvel í hug vinnuskólum, hvort að hann geti tekið þetta eitthvað að sér að einhverju leyti. Þannig að krakkar fengi þá að vinna við eitthvað sem að hefur sýnilegan árangur allavega. Þetta bara svona létt hugmynd. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs. Það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, háttvirtir bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur líða. Mér langar aðeins að taka til máls í fundargerð skóla- og frístundaráðs, fundur nr. 125 og byrja á lið 2. Við ræddum það hér á síðasta fundi að mig minnir eða þar síðasta bæjarstjórnarfund unga fólksins og það sem ég var að kalla eftir því að fylgja eftir þessum erindum sem að unga fólki var að kalla eftir og forseti lofaði því þá í stól að hann tæki þetta á sig og hann ætlaði að fylgja þessu eftir og ég er ofsalega glöð að sjá það að skóla- og frístundaráð hafi byrjað á því að taka þessi mál upp, fagna því mjög og þarna fenguðu fulltrúa á sinn fund og það sem var fylgt eftir þessum erindum og ég er sérstaklega glöð að sjá það að forvarnamál Akraneskaupstaðar 3. liður á þessum fundi var til umræðu þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn lagði áherslu á það undir lok fjárhagsáætlanavinnunnar að leggja auka fjármagn til málaflokksins og ég held að það sé ekki spurning að það er gríðarleg þörf á því og fagna því að skóla- og frístundaráð hafi tekið þetta upp. Mér langar að forvitnast lið nr. 4 sæti í stúku við Akranesvöllinn. Þarna mættu til fundarins Ágústa Andrésdóttir, forstöðumaður íþróttamannvirkja og Sigurður Páll Harðarson, sviðsstjóri, skipulags- og umhverfisráðs og Hörður Kári Jóhannsson, verkefnastjóri. Mættu þarna fundinn og það sem var verið að ræða sæti í stúkunni. Kynntar voru hugmyndir og kostnað á endurnýjun á sætum í stúku. Mér langaði svona bara að heyra aðeins meira þetta, kynninguna á þessum hugmyndum og þá kostnaðinn og hvenær er verið að spá í að mæta þessum kostnað, er það á þessu fjárhagsári eða erum menn að teikna upp einhverja tímalínu fyrir þetta ára næsta ár. Það væri bara fróðlegt að heyra í formanni skóla- og frístundaráðs varðandi þetta mál og tek undir orð formanns skóla- og frístundaráðs nýtingu á tómstundaframlaginu. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og næsta á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Svo í svari bæjarfulltrúa Einari Brandsyni og bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttir. Þá í rauninni, svo ég byrja á með uppsetninguna og þá er þetta bara góð ábending hjá bæjarfulltrúa Einari Brandsyni varðandi uppsetningun og þetta er bara allt í skoðun. Nú er rauninni verið að kalla eftir því sem snýr að það þarf að rífa niður þetta gamla og farga því og það er verið að bara kalla eftir kostnað á því. Þetta er rauninni, þetta snýst það ef ég segi eins og ég skil þetta, nú er ég ekki svona að byrja að taka sætin sem eru undir skyggninu og setja þau og sætin sem eru til hliðar, en þetta er allt í skoðun, það er ekki búið að taka þetta fyrir, þannig að þetta sé að fara í núna þessu ári, þetta er bara allt í skoðun. Bæjarfulltrúi Ragnar kemur kannski upp og svarar þessu aðeins betur, hann skilur þetta aðeins betur, ferlið í þessu. Takk. Bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að óska eftir að taka til máls? Það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson.
Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og áhorfandi í sal. Við erum að ræða hér mál númer 4, sæti í stúku, Akraneshöll. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir komu hér upp með ábendingar og spurningar. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson var að velta fyrir sér hvort ekki verið hægt að nota vinnuskólann eða okkar starfsmenn. Það er atriði sem við þurfum bara að skoða betur. Í kynningunni kom fram að þetta er svolítið vandmeðfarið uppsetningin. Eins og þeir settu þetta upp að þá kæmi með þeim frá framleiðanda kæmi einhver fulltrúi. Hins vegar er alveg hægt að útfæra það á þann veg að það kæmi fulltrúi sem setti okkar aðeins inn í þetta. Og það er náttúrulega líka þannig að þetta er bara fyrsta skrefið. Það er þessi starfshópur sem hefur verið að skoða þessi mál, Ágústa og Hörður Kári, ásamt Sigurður Páli. Í þeirra tillögum er talað alla stóla í stúkunni. Það er talað alla stóla í stúku á Vesturgötu og einn stóla inn í höll sem skemmtir. En í þessari atriðinu væri semst farið í stólana sem eru undir skyggni á stúkunni. Eins og bæjarfulltrúi Bára kom inn á og þá komu fram þetta spurningar á fundinu hvað með rifa þeim stólum sem eru núna fyrir og förgun á þeim, sá kostnaður lá ekki fyrir. Og eins líka lá ekki algjörlega fyrir fjármögnunum á þessu, en það voru þau kannski þarna bara að kynna þessar hugmyndir sínar. Það eru hins vegar voru man ekki alveg númer á liðnum, en undir Akranesvelli var hluti þessar upphæðar. Eins og kannski öll vitum að það er stór hluti þessar stóla ónýtur. Það þarf náttúrulega að fara í þessi aðgerð, en svo er það okkar að ákveða hvort það verið farið inn núna eða á næsta ári eða hvernig og hvernig. En þessar ábendingar frá bæjarfulltrúi Einar Brandsyni með vinnuskólann og annað, það er eitthvað sem mér finnst vert að skoða og mjög sniðugt og við eigum náttúrulega að nýta okkar fólk eins mikið og við getum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og ég vil kannski bæta því við í þessa umræðu bara hérðan úr stóli forseta að svona samkvæmt minni nýjustu vitneskju að þá eru 3 milljónir í fjárfestingu og framkvæmdaáætlun settar í þetta á árinu 2020 í að skipta sæti í stúkan og miðað við umfang verksins að þá förum við ekki langt með þessum 3 milljónum. Það er bara þannig að þetta er framtíðarverkefni. Held ég að hljóta að vera. En fleiri sem óska eftir að ræða Fundagerðarskóla og Frystarás, það er bæjarfulltrúi Aldís Ylva Heimisdóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Mér langar bara að taka undir það sem bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sagði varðandi forvarnamál Akraneskaupstaðar. Mér finnst þetta bara frábært fyrir hönd ungu kynslóðarinnar. Þá er þetta eitthvað sem við þurfum alveg algjörlega að taka fyrir og stórt skref og stórt hrós á skóla Frystarás að hafa tekið þessa niðurstöðu og að auka við þessa 1 milljón króna. Þannig að þetta er bara frábært og mér finnst bara virkilega gott að við séum að hlusta á unga fólki okkar í þessu bæjarfélagi að skipta máli og það eykur örugglega líkurnar á því að unga fólki lætur í sig heyra. Að við sjáum að þessi var að taka mark á því sem við gera. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Aldís Ylva Heimisdóttir hefur lokið máli sínu.
Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs. Bæjarfulltrúi, nei, ekki bæjarfulltrúi, bæjarstjórinn, Sævar Freyr, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætlaði nú bara að koma hérna upp og óska Aldísi Ylfu Heimisdóttur til hamingju með fyrstu ræðu sína hérna í pontu. Þetta er alltaf ákveðin merkilegur atburður. Mér finnst það í rauninni merkilegra en að koma á fundinn sjálfan, þannig að bara til hamingju með það. Það er vel gert. Takk fyrir þetta, bæjarstjóri, Sævar Freyr, og ég tek undir hamingjuóskirnar til þín, Aldís Ylfa. Vel gert. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs? Það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Ég gleymdi bara hérna áðan þegar ég kom upp að mér langaði eins og líkt og bæjarfulltrúi Bárðardal að hrósa starfsmönnum leikskólanna fyrir læsistefnu sem þau lögðu fram á síðasta fundi. Læsistefnu leikskólanna, og ég vil bara hvetja alla bæjarfulltrúa og aðra bara íbúa bæjarins til að kynna sér þetta mál. Þetta er mjög metnaðarfullt og flott starf sem er unnið þarna með þessa stefnu, og bara held ég sýnir okkur bara svona svart á hvítu bara hversu vel við búum af mannauði í leikskólanum og því fólki sem þar starfar. Og svo gleymdi ég líka áðan að þakka kannski þeim fyrir sem Herði og Ágústu fyrir þeirra vinnu í þessu. Þau eru búin að, voru mjög góða kynningu, þau eru búin að skoða þetta mjög vel, þau eru búin að kynna sér þessa framleiðendur, hvar er verið að nota þessa stóla og annað með tilliti til þess að þetta er náttúrulega út á jaðarspökum hjá okkur í öllum veðrum og öðru. Þannig að ég vildi líka þakka þeim fyrir vel unnin störf. Takk. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég get náttúrulega ekki komið hérna upp sem oddviti sjálfstæðismanna nema að óska Aldísi Ylfu Heimisdóttur með það að stíga sín fyrstu skref hér í pontu, til hamingju með það, og ég ætla bara að segja að ég er bara stolt af þér sem oddviti sjálfstæðismanna. Ég og spurði hér áðan í sætinu í stúkunni og fékk svo sem svör við því sem ég spurði, því flestu. Formaður skipulags- og umhverfisráðs kom hér upp og talaði að fjármögnunin væri svo sem ekki alveg klár, en ég var að kalla eftir kostnaðartölum og vissi það vel að það voru 3 milljónir eyrnamerktar í þetta verkefni, en ég var svona að reyna að kalla eftir því hversu há upp að þetta verkefni væri, þar sem að væri kynning á þessum fundi, og ég hef heyrt í fleytt að það séu 12 milljónir og ég sel það ekki dýra en ég keypti, og kannski væri ágætt að fá það staðfest hér frá skipulags- og umhverfisráði eða skóla- og frístundaráði, mér á því. En ég tek undir það að við förum kannski ekki langt með 3 milljónir í þessum fasa, og spurning hversu langt við getum tekt okkur í þessu verkefni, því að ég tek undir það að stúkan er orðin ansi tannlaus þegar að horft er á hana úr brekkunni. Þannig ég er bara því spennt eftir að fylgjast með þessu verkefni. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson biður orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og áhorfandi í sal. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom hér upp og kostnaðinn sem var búin að spyrja mig áður og ég svaraði kannski ekki nógu vel. Hún nefndi töluna 12 milljónir. Inn í þeirri tölu eru sem sagt vængirnir líka. Tillaga starfshópsins var að fara ekki í þá núna,
Ef við sleppum þeim, þá þetta í kringum 10 milljónir sem kostnaður með uppsetningu. Hins vegar, eins og ég nefndi líka áðan, þá á eftir að þarna skoða betur með rif á gömlu stólunum, hvort það þurfa að fara í viðgerð á stúkunni áður en nýju stólar setti niður og eins förgun. Og svo var náttúrulega móti eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson benti á að þá getum við hugsanlega sparað okkur eitthvað í uppsetningarliðinu. Svo, já, að lokum vill ég óska bæjarfulltrúa Aldís Ylfu Heimisdóttur, það til hamingju fyrstu raðina. Þetta alltaf stórt skref og það 10 sem auðveldar að koma í annað skipti. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Við erum að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs númer 125. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo ekki og hún þar með lögð fram til kynningar. Nú grunar með að við eigum eina innáskiptingu. Bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir víkur á fundi og í hennar stað setjist inn á fundinn varabæjarfulltrúi Guðríður Sigurjónsdóttir. Óska eftir því að það verði fært til bókar. Það gerist hér á milliliða eða í upphafi 8. fundaliðar sem við förum í núna. Þið velkomna á fundinn. Og við förum í 8. fundalið. Hann hefur málsnúmer 20.01.003. Þetta eru fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2020 og hér lögð fram 122. fundargerð frá 4. mars síðastliðnum. Og orðið laust þessa fundargerð og það bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að koma upp undir þessari fundargerð og ég ætla byrja kannski á því að afsaka, eða ekki afsaka, að segja útskýra af hverju það eru svona fáir liðir í fundargerðum velferðar- og mannréttindaráðs. Þannig vill til að við erum að fjalla mikið sem fellur undir trúnaðarmál, þannig að við ræðum mikið meira heldur en það sem kemur fram í þessari fundargerð hér og trúnaðarfundargerðir eru ekki birtar. Þannig að við vorum ekki 2 tíma að ræða bara þessa 2 liði. Að því sögðu að þá ætla ég að byrja á fyrri liðnum sem svolítið svona áhugavert mál, sérstaklega í ljósi þess að það verið að auglýsa eftir sveitarfélögum sem vilja gerast barnvæn sveitarfélög. Í mínu skilningi þá tel ég Akranes vera barnvænt sveitarfélag. Þannig að þetta var mjög skrítin svona innkoma, en svona þegar við fórum að ræða málin að þá kom nú í ljós að þetta ákveðið verkefni sem á vegum ráðherra og UNICEF á Íslandi hefur svona tekið þátt í því og þetta ákveðin innleiðing á einhverjum svokölluðum verkferlum og mælaborði og annað sem þetta mælir hvort að við uppfyllum þau skilyrði sem koma fram í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Við ræddum þetta aðeins og ég held að við erum öll sammála það að við værum barnvænt sveitarfélag, en þetta gæti verið eitthvað sem væri
allt í lagi að skoða og þess vegna tökum við jákvætt í erindið og föluðumst eftir því að fá í rauninni nánari kynningu á verkefninu og þá við sem heild sem sitjum í bæjarstjórn fengjum þá möguleikann á að fara yfir þetta því allt svona kostar jú pening því að það þarf að koma þessu starfsmenn til þess að bæði fylgjast með og annað þannig að en eins og ég segi við erum barnvænt sveitarfélag og hvort við þurfum að fá svona til þess að segja okkur það getur vel verið að það sé rétt en okkur fannst rétt að við fengjum allavega tækifæri öll að komast að þeirri sömu niðurstöðu. Þannig að þið vitið að því að það er væntanlegt að við fáum vonandi þessa kynningu frá UNICEF og þá hugsanlega sveitarfélagi sem hefur innleitt verkefni. Liður 2, hann er eiginlega spaugilegri heldur liður 1 því að hann vill til að það kom erindi að við ættum að skipa í húsráð hjá félagsaðstöðu fyrir eldri borgara samkvæmt samningi sem var gerður 13. janúar 2002. Það hefur aldrei verið skipað í þetta húsráð og það er ábyggilega margir meirihlutar sem bera sök á því og bæjarstjórnin sem heild frá því að þetta var tekið upp. Það kom engin útskýring af hverju þetta hafi aldrei verið gert, þetta bara var ekki gert þó að þetta hafi verið sett inn í samningin á sínum tíma. Nú hafa gerst þau tíðindi að það komi nýr eigandi að salnum og þá var farið að skoða öll þessi plögg og þá kom upp ósk í rauninni frá þessu nýja eiganda til þess að eiga einhvern samskipta vettvang við þá sem eru í húsinu að þá yrði reyndin sú að við myndum bara skipa í þetta húsráð sem yrði þá í sambandi við þennan nýja eiganda. Það kom ábyggilega upp svona nýjar áherslur og nýjir vinklar og skoðanir á samningnum og hver á að borga hvað og annað. Þannig að það var niðurstaðan að við fólum bara velferðar- og mannréttindasviði að skipa fulltrúa frá innan sviðsins. Þannig að við ætlum að uppfylla þessi skilyrði í samningnum og svo kemur það bara í ljós hvað þetta á eftir að vera lengi því að eins og við vitum að þá fyrirhugað að við förum hér yfir í nýja salinn innan einhvers tíma sem að kannski er ekki endalega búið að ákveða hvenær verður en við sjáum til hvernig það fer. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir við orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, byrja því að þakka varaformanni væntanlega, velferðar- og mannréttindaráðs, sjálfstæðismanninum Einari Brandsyni fyrir þessa fínu yfirferð. Mér langar aðeins að ræða þessa fundargerð og varðandi fyrsta liðinn. Þá geti þá frætt þá sem ekki vita að Borgarbyggð er búið að fara í þessa vegferð og
Og það segir hérna í frétt á vef Borgarbyggðar að mikilvæg eftirvænting ríkir Borgarbyggð í gær, þar sem það hefur verið 3. mars þá væntanlega, þegar að Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra og Bergsteinn Jónsson, framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi og Magnús Mári Snorrason, formaður fræðsluráðs Borgarbyggðar, undirrituðu samning barnvæn sveitarfélög. Og með þessu var Borgarbyggð að bætast í ört stækkandi hóp sveitarfélaga. Ég sakna þá þess að ráðherrann hafi ekki verið komin kannski fyrr til okkar á Akranesi, þar sem að hann nú þingmaður okkar í Norðvestur og við erum alltaf að segja og við erum stærsta kommunan í Vestlanden, eins og vinkonu mín Regína, fyrrverandi bæjarstjóri, sagði alltaf, við vitnum nú í hennar orð. En ég fagna þessu bara, ég held að þetta sé bara flott skref og við eigum að standa vörð æskuna og börnin og þeirra rétt. Varðandi annað máli, þá verð ég nú líka að segja það að þetta er ótrúlega skondið mál og maður fær bara pínu flashbacka og málin sem við ræddum fyrir vetur sem var iðnskólinn. Þannig að það eru margir gamli draugar að poppa upp í kerfinu hjá okkur. Og það er svona líka svolítið spurningin af hverju þessi nýji eigandi sé einhvern veginn að fara fram á þetta, af hverju getur hann ekki bara átt samskipti við Þepan. Ég skil það ekki alveg. En vissulega þurfum við, þegar að því kemur þegar að Dalbrautin verður klár, þá þurfum við að skipa svona hússtjórn og það er fín fyrirmynd af því í frístundamiðstöðinni. þar sem að embættismenn kaupstaðarins frá hverju sviði fyrir sig, fulltrú IA og framkvæmdastjóri golfklúbbsins hittast reglulega og fara yfir málin varða frístundamiðstöðina og hvernig hefur tiltekist og hvernig má gera betur. Þannig að ég held að þetta sé mikilvægt að við horfum til þess að skipa svokallað hússtjórn yfir Dalbrautarhúsnæðinu þegar að því kemur. Þannig að ég heldur bara fylgja þessu eftir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Ég ætla að leiðrétta eitt atriði fyrir hönd fyrrverandi bæjarstjóra hennar Regínu, vinkonu okkar. Hún sagði þetta ekki alltaf, hún sagði þetta bara einu sinni. Nokkru sinnum í sömu ferðinni. Stærsti kommunen í Vestlandet. En við erum að ræða fundargerð velferðar og mannréttindaráðs nr. 122. Er fleiri sem óska eftir að taka til máls? Það er enginn sem kveður sér ljós, þannig að við förum yfir í næsta fundarlið. Þessi fundargerð er þá hér með lögð fram. Förum í 9. fundarlið. Þetta eru fundargerðir Höfða, hjúkrunar- og dvalarheimilis á árinu 2020, málsnúmer 20.01.007 og hér er lögð fram 107. fundargerð frá 10. febrúar síðastliðnum. Og orðið er laust fundargerð Höfða og það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að fara aðeins yfir þessa fundargerð Höfða. Það voru nokkur mál lögð fram á þessum fundi og þarna má kannski helst nefna hvað varðar þjónustusamning við Sjúkratryggingar Íslands sem við höfum rætt hér áður að samningsstaða heimilana var engin hvað varðar þennan þjónustusamning. Inni í Sjúkratryggingum Íslands lágu 216 milljónir króna frá fjárlögum 2019 sem var upphæð sem átti að renna til að styrkja rekstur hjúkrunarheimila og í rauninni var það þannig að heimilin fengu ekki þessa upphæð sem átti að koma í þeirra hlut nema að skrifa undir. Það var það þannig að Höfða að meðaltals, prósentuhækkun á umönnunarstuðli
hefur hækkað 2,67% á milli ára en samkvæmt þessu nýja samningi Sjúkratrygginga þá þak sett á hækkunina þannig að það 1,5% sem við fáum bara til okkar þrátt fyrir að umönnunarþyngdin hækki. Þannig að rekstur Höfða hefur verið þröngur undanfarin ár og þar sem að í rauninni það sem skýrir það meðal annars að á Höfða eru flest allir íbúar með í rauninni umönnunar þörf sem snýst sem hjúkrunar umönnunarþyngd þó að 9 rými séu greidd sem dvalarrými. Þannig að þar munar alveg 1/3 á verði. Þannig að þetta ekki kannski til að hjálpa hvað frekar við það. Síðan það dagskrárliður 5 það sem yfirlýsingin sem hefur verið vitnað í hér í ræðustól líka á fyrri fundum bæjarstjórnar, yfirlýsing Samtaka fyrirtækja velferðarþjónustu og Sjúkratrygginga gerðu við hjúkrunarheimilin og það rauninni bara stjórn Höfða tekur heilshugar undir yfirlýsinguna sem í rauninni það sem í rauninni komið inn á það að samningsstaða heimilina hafi ekki verið nein og í rauninni sé ekki verið að bæta heimilum það upp og þá umönnunarþyngd sem innan þeirra. Þarna á þessu fundi líka voru drög að endurnýjun samningi við ferðaþjónustu voru lögð fram drög að endurnýjun samningi við ferðaþjónustu fyrir aldraða og fatlaða á Akranesi. En hún snýr bæði að því að vera ferðaþjónusta vegna dagdvalar og ferðaþjónustu fatlaða. Og samkvæmt þessu nýja samningi sem drög að þarna lögð fram til samþykktar í stjórn Höfða sem kemur þá hérna inn í til okkar hér á Akraneskaupstað að þá í rauninni það hugað þannig að það yrði skráð niður í rauninni nákvæmlega bókhaldi yfir það hvernig væri verið að nýta og hvaða ferðir væru og hvaða pláss væru í rauninni fyrir ferðaþjónustu fatlaðra og dagdvöl. Og kostnaðarskiptingin gert ráð fyrir 75% fyrir Akraneskaupstað, 25% fyrir Höfða, en síðan fær uppgjör fram með gerð ársreiknings og endurskoðandi Akraneskaupstaðar hvort allt sé ekki fellt og rétt. En ég held þetta komin í velferð og mannréttindaráð hér hjá okkur, hjá Akraneskaupstað og verður tekið til umræðu þar af okkar fulltrúum þar og síðan verður þetta unnið áfram. Síðan mál hérna sem við höfum líka rætt áður sem dagskrárliður 7 í þessari fundargerð og bara minnisblaði lagt fram endurbæturnar á Höfða á öðrum áfanga á klæðningunni og lögðum fram umsókn í það að fá 38,78% framlag úr framkvæmdasjóði og ef það kemur vilyrði fyrir því þá væri upphæð Akraneskaupstaðar í þessum endurbótum rétt rúmar 33 milljónir. Mér langar kannski að fara aðeins hérna yfir það að það var stjórnarfundur á Höfða síðastliðinn laugardagsmorgun þar sem að stjórnendur og stjórn Höfða kom saman eftir hvatningarbréf og fyrirmæli frá samtökum fyrirtækja velferðarþjónustu að það sem að samtökin voru að hvetja stjórn og stjórnendur dvalarheimila að loka heimilum fyrir heimsóknum á meðan COVID-veiran gengur yfir. Það var fundur klukkan 11 á laugardagsmorguninn og heimilum var lokað klukkan 1 á laugardaginn og nú sé ég það einmitt á fréttum til dæmis frá Hrafnistu og öðrum að það er verið að skoða leiðir til þess að heimilismenn til dæmis á dvalarheimilum geti verið í samskiptum við fjölskyldur á að pröfa einhverja svona iPada eða einhvað geta þetta fengið að sjá framan í fólki sitt og ég held að það sé eitthvað sem við erum að horfa á hér líka að geta nýtt þessa tækni og vonum auðvitað að tíminn verði styttri en lengri við þessar aðstæður sem við erum að ganga í gegnum sem samfélag en samhliða þessari lokum fyrir heimsóknir þá var einnig þau úrræði sem á sviði velferðarsviðs Akraneskaupstaðar hvað varðar hádegismat og dagdvöl og annað það ekki lengur inn á Höfða og
Ég bara viðurkenna hér og nú, ég veit ekki nákvæmlega hvernig því háttað og ég hef bara gleymt að setja mig í samband við sviðsstjóra velferðarsviðsins til þess að fá nákvæmlega upplýsingar það eða hjá þeim starfsmönnum. En ég veit að ég vil hrósa öllum þeim starfsmönnum Akraneskaupstaðar sem hefur mikið verið að bæra á vegna þess á velferðarsviði núna og starfsmönnum Höfða fyrir að bregðast hratt og vel við og finna lausnir á þessari stöðu sem við erum í og endurtek það bara, ég vona svo sannarlega að þetta verði styttri tími en lengri. Takk. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Eru fleiri? Já, það bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson sem óskar eftir að taka til máls. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka fína yfirferð hjá formanni bæjarráðs og það nú kannski ekki akkurat í hins tilfelli yfir þessa fundargerð Höfða. Ég að velta fyrir mér tvennu. Það í fyrsta lagi þessi yfirlýsing samninganefndar samtaka fyrirtæki í velferðarþjónustu og samband íslenskra sveitarfélaga. Nú var ef mann rétt samin nokkuð harður yfirlýsing vegna gerð þessari þjónustusamninga. Og ríkinu það rétt lýst að veifa fjármununum og tilkynna síðan að þeim verði ekki dreift nema að taka á sig skerðingu frá í rauninni gildandi samningum og reiknaðri þörf. Mér finnst athyglisvert að það skuli ekki vakin meiri athygli á þessu. Þetta gerist endurtekið. Þetta ekki fyrsta sinn sem að þetta gert svona með þessum hætti gagnvart hjúkrunarheimilunum. Og maður veltir eiginlega fyrir sér á hvaða vegferð ríkið í þessu mál. Landlæknisembættið hefur gefið út skýr fyrirmæli þá þjónustu sem að ber að veita á hjúkrunarheimilum. En ríkið hefur hins vegar ekki hugsað sér að fjármagninu að brota. Og það í sjálfu sér athyglisvert. Hún nefndi Elsa Lára Arnardóttir bæjarfulltrúi að hækkun á hjúkrunarþörfinni hefði verið metin 2,67% en einungis væri hækkað 1,5%. Þá spyr maður sig, hvernig ætla mann að mæta hinum hlutanum? Á það gerast til dæmis þannig að Akraneskaupstaður leggi fram þessa upphæð. Ef svo er þá ekki rétt að við fáum það erindi. Ég spyr mig í þessu ætla menn þá í framhaldinu að segjum að það þyngist enn frekar hjúkrunarþörfin og þá ég að hugsa það að við séum í rauninni kannski með veikari einstaklinga í dvalarrýmunum. Það sem í rauninni verið að gera ráð fyrir tiltölulega frískum einstaklingum að þá gæti þessi tala vaxið. Ég vil bara minna aftur á það að á sínum tíma þegar við tókum slaginu ríkið út af lífeyrisskuldbindingum Höfða, þá var svo greinilegt að hjúkrunarheimili sem voru rekin af sveitarfélögum sátu ekki við sama borð og hjúkrunarheimili sem rekin voru sem sjálfseignarstofnanir eða af félagasamtökum og lýsti það ágætlega samskipti ríkis og sveitarfélaga og það ýtir undir að mínu mati að við hugsum að skoða rekstrarformið á hjúkrunarheimilunum upp á nýtt og reyndar að við hugum enn frekar að því að finna aðrar leiðir til þess
að mæta þörfum þessa hóps. Því það allavega ljóst að við munum ekki ná að brúa þetta bil með byggingu hjúkrunarheimila. Það bara einfaldlega of miklir fjármunir og of lítill vilji til að uppfylla þær þarfir. Þannig við höfum að skoða þetta gaumgæfilega. Ég langar með þess að víkja hérna að því að ég sé að drög endurnýja samningi um ferðaþjónustu fyrir aldraða og fatlaða á Akranesi. Ég las hérna skýrslu fyrir margt löngu síðan sem kom einmitt frá embættismönnum Akraneskaupstaðar og fleiri aðilum, þar sem var verið að setja þjónustuna upp. Og þá fannst mér áberandi í þeirri uppsetningu að þar var svo hugsun komin inn að hætta að hólfa niður einstaka hópa og velta bara fyrir sér þá að nota þjónustu þegar eða eitthvað slíkt. Þannig að það skiptir rauninni ekki máli hvaða hópur þetta heldur rauninni hver þörfin er. Og ég held við eigum að rauninni að temja okkur þann hugsun á, þannig að við horfum á þetta í stórunum. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að óska eftir að ræða fundargerð stjórnar Höfða. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Mig langar að koma hérna upp undir lið 6 sem þá ferðaþjónusta fyrir aldraða og fatlaða á Akranesi. Við í velferðar- og mannréttindaráði fengum ágætis kynningu hjá framkvæmdastjóra Höfða, Kjartani Kjartanssyni, á fundi hjá okkur þann 19. febrúar og við ræddum þetta þá og við í rauninni erum ekki komin á í rauninni niðurstöðu í þessu. Frá mínum bæjardyrum séð að þá finnst mér að við séum komin í ákveðna þörf fyrir það að endurskoða í rauninni allan okkar rekstur í kringum fatlaða einstaklinga hér á Akranesi. Við erum að fara að taka í gagnið sambýli eða íbúðakjarna, sennilega rétt orð. Og við þurfum að taka ákveðnar ákvarðanir í mannahaldi í kringum það. Og þarna erum við í rauninni samnýta að vísu ákveði sem sagt 2 þætti. Það annars vegar akstur fyrir aldrara sem að þá dvalarheimili á Höfða á að sinna og svo það orðið lögbundin þjónusta hjá okkur að vera með akstursþjónustu fyrir fatlaða einstaklinga og ég tek heils hugar undir orð bæjarfulltrúa Ólafs Adolfssonar að mér finnst orðið þjónustu þegi eða skjólstæðingur okkar vera svona kannski útvíkkun á því sem þarf en við eigum að hugsa þetta út frá því. Og mín skoðun í þessu sú að við eigum að skoða hvort að rekstrarformi getur orðið annað og þá í samvinnu og við þá uppbyggingu sem við erum í kringum okkar þjónustu þega. Það þung krafa það að það sé akstursþjónusta fyrir utan þann tíma sem að getur í samningnum og auðvitað þurfa okkar skjólstæðingar að fara líka á laugardögum og sunnudögum og eftir klukkan 5 á virkum dögum á kannski samkomur í bíó eða eitthvað og þessi þjónusta dekkar í rauninni ekki það. Þannig að ég held að við þurfum að skoða þetta að einhverju
í sameiningu við sem bæjarstjórn og hverjum sem það verður falið að taka heildstæða skoðun á þessu. En ég held að niðurstaðan núna verði alltaf svo að við munum fara í þennan samning til þess að halda þessu áfram. En ég er ekki sannfærður það að þetta fyrirkomulag sé það sem við eigum að horfa á til framtíðar. Takk fyrir. Fulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð Höfða. Það bæjarstjóri Sævar Freyr, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég langaði nú svona úr því að verið að minnast á þessa koronaveiru eða COVID-19 veiru, þá langaði mig bara svona að upplýsa svona hvernig verklagið í kringum það sem að snýra að þessu, bara rétt aðeins, þetta verið fróðlegt fyrir fólk. Það þetta, ég sem bæjarstjóri sit í almannavarnanefnd Vesturlands sem að hefur fær daglega mjög ítarlegar skýrslur sem eru við fáum frá almannavarnanefnd og sóttvarnalækni og svo sömuleiðis er svona aðeins minni upplýsingar sem að berast svo sem almennt inn á þessa fundi sem eru núna orðið daglegir fundir hjá þessum aðilum. En sömuleiðis út frá þessum vinnubrögðum þá hittist aðgerðastjórn á vegum almannavarnanefndar daglega og síðan vikulega fundað með almannavarnanefnd allri í myndfundum þar sem við förum yfir áherslur. Fáum þar inn sóttvarnalækni Vesturlands sem að gefur í rauninni ráð til allra sem að eru að vinna í þessum málum sem snýra að Vesturlandi í heild sinni. Og það gríðarlega mikilvægt að við séum að samhæfa þessar aðgerðir sem miðlægt í öllu þessum aðgerðum. Það má ekki fara að snúast upp í kapphlaup milli sveitarfélaga hver ætlar að toppa hinn í aðgerðum. Heldur þarf þetta að snúast fumlaus og góð vinnubrögð og í sannfærður að það hafi tekist vel til að gera það með þeim hætti. Eins og allir þekkja þá fór Höfði í þá aðgerð að loka og hefur svo aðgerð fyrir heimsóknir og svo aðgerð mælst vel fyrir. Við fáum ekkert annað en jákvæð viðbrögð og skilning frá þeim sem að taka við þeirri þungbæru ákvörðun að fá ekki að heimsækja sína nánustu ættingja á Höfða og sömuleiðis þeir sem að þar eru. Það líka þungbært fyrir þá að fá ekki heimsóknir. Þannig að þetta þetta ekki grín að þurfa að taka svona ákvörðun en gert með hagsmuni allra í huga. Og svo í kjölfarið var gefið út og hægt að lesa það hjá velferðarsviði ýmsar aðgerðir sem að hafa haft áhrif á ýmsar ákvarðanir. Samhliða þessu hefur verið unnið að uppfærslu á öllum aðgerðar áætlunum sem að kaupstaðurinn með í tengslum við sóttvarnarplön, bæði inn á velferðarsviði og vinna í skólanum hjá okkur. Þetta og við búum vel að því að þessi gögn hafa verið til áður að þá heilmikil vinna að fara í gegnum þetta og aðlaga það að því sem við erum að glíma við núna sem þessi COVID-19 veira. Og sömuleiðis til viðbótar við þetta þá höfum við aflað okkur upplýsinga það hvernig fyrirtæki í höfuðborginni, hver sem að vinna með mikilvæga innviði í tæknirekstri eða slíku fyrir landsmenn alla, hvernig þau eru að halda á þessum málum og þar verið að grípa til mjög margra víðtækra ákvarðana, meðal annars í sumum fyrirtækjum gengið svo langt að það verið að fyrirskipa fjarvinnu og það verið að skipta mötunundum upp og fjarlæga stóla úr mötunundum þannig að
að fólk sitji ekki mjög nálægt hvort öðru. Það er verið að skipta upp rýmum, það er verið að tryggja að sumir starfa heima á meðan aðrir eru í vinnunni, þar sem að þessar aðgerðir eru útbúnar. Og með þetta leiðarljósi þá hefur við reynt að svona undirbúa okkur hér af því að ekki er búið að greina smitt hérna ennþá á Akranesi fyrir mögulega fleiri aðgerðir sem við gætum þurft að grípa til og senda út nákvæmari leiðbeiningar og erum þá með svona innri leiðbeiningar til starfsmanna sem eru þá komnir hér til skrifstofu kaupstaðarins og eru núna allar, öll svið kaupstaðarins, eða allar stofnanir kaupstaðarins að taka þessar innri áætlanir líka til skoðunar og hvernig er hægt að aðlaga starfsemina. Það er auðvitað mögulegt að það geti komið til þess á einhverju stigi að skólum verði lokað eða eitthvað slíkt en það er ekki á þessu stigi og við bara tökum hvern einasta dag nýjar ákvarðanir. Og í þessu ljósi að þá er svona ákveðið aðgerðateymi sömuleiðis hér hjá kaupstaðnum sem að hittist 2 á dag og endurmetur stöðuna og tekur ákvarðanir hvort það er að fara í einhverja miðlæga leiðbeiningar byggt á öllum þeim gögnum sem kom inn á hverjum degi. Forseti, ég hef lokið máli mínu, þannig að allir séu upplýstir hvernig vinnubrögðin er í þessu. Kæra þakki fyrir þetta, bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson og bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hafði gefið merki. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri aðrir sem á hlýða. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson nefnir hérna yfirlýsingu samtaka fyrirtækja velferðarþjónustu og sambandsins að málin hafi ekki farið hátt. Það í rauninni kemur líka fram í þessari yfirlýsingu að og þú ræðir það í hvað varðar hvað ríkið er ekki tilbúið til að greiða fyrir þessa þjónustu og þá staðurinn sem er þá líka að fagmönnun inn á heimilunum, hún er í rauninni orðin minni heldur en kröfur eða viðmið landlæknisembættisins gera ráð fyrir eða gera kröfum, þannig að og ég man ekki hvað mörg ár síðan að það var svaka barátta hjá samtökum fyrirtækja velferðarþjónustu og hjúkrunarheimilum í landinu þegar að þau voru og komu fyrir nefndir þingsins og heilbrigðisráðuneytið og mörg hverja hótuðu að skila í rauninni bara þjónustunni aftur til ríkisins ef það ætti ekki að borga með henni eins og þarf að gera. Samkvæmt þessari yfirlýsingu samtaka fyrirtækja velferðarþjónustu og sambandsins þá er talað samt sem áður það að þessi samningu sé afturför frá fyrri samningi. Og fyrri samningur er þessi samningu sem verður til þegar að forsvarsmenn hjúkrunarheimila og fleiri hafa verið fyrir þinginu. Það er alveg full ástæða til að fara að barka jafnvel að fara að herja í það. Við höfum nú verið hér í bæjarstjórn duglega að álykta þetta. Ég legg það bara til að við gerum það og reynum að fá og gerum það sem okkur hefur tekist vel til að fá fjölmiðla til að fylgja málunum eftir, að vekja athygli á þessu. Hvað varðar áhrifin á Höfða og þennan samning að þá var það þannig og staðan er akkurat þannig núna til að horfa á það að reyna að gera það besta til að mæta þessu að við fengum framlenginguna ef við fengum að gera biðrýmin út af fráflæðisvanda á Landspítalanum sem var alveg hjúkrunarrými og sem við vorum bara að teikna ákveðnar sviðsmyndir að kippa út flestum stubbavöktum og annarri vakt sem að höfðu verið sett á til að létt undir. Þegar við sáum hvernig þetta væri, við varum að fá fjármuni inn vegna varanlegu rýmanna en þá ákváðum við það því að skella ekki öllum vöktum inn aftur til að koma móts við það að geta
haldið okkur á réttum megin við núllið. Þannig að var verið að horfa í það að standa við ákveðnar aðhaldsaðgerðir þrátt fyrir að við værum að fá fleiri fjármuni inn vegna rýmana. Þannig að það er staðan núna, að við höfum verið að skoða það og erum þar á þeim stað. En síðan verður bara komið ljós hvað verður líka þá núna, því að það er mikið álag inn á heimilinu hvað varðar þær aðgerðir sem þar eru núna, en ég mun upplýsa ykkur bara reglulega þá stöðu sem þarna er. Það er eins og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson kom inn á, þá er verið að skoða sviðsmyndagreiningu og hvort að kosti og galla og tækifæri eða ógnanir, hvort ef höfði væri að öðru rekstrarformi heldur en er í dag. Og við þurfum að fara að kalla eftir því að sú vinna fari að skila sér inn í bæjarráð, þannig að við höfum alla sviðsmyndum fyrir fram okkur til að hafa eitthvað til að tala út frá. Og mér langar bara líka að segja að hvað verður ferðaþjónustuna, að þá finnst mér þetta stórgóð hugmynd hjá bæjarfulltrúa Einari Brandtssyni að taka mengið eins og leggur sig og horfa á það þannig, og að tala eins og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson og Einar Brandsson töluðu að við ræðum þetta heildstætt sem þjónustu þegar þetta skjólstæðing okkar og veitum þessa heildstæðu þjónustu. Ég held ég sé komin með þetta og ég vil bara þakka bæjarstjóra Sævari Frey Þráinssyni fyrir að fara ofan í þær aðgerðir sem eru í gangi á þessum tímum núna. Takk fyrir. Fulltrúi Salvar Arnardóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð höfða eða stjórnar höfða. Svo er ekki og er hún þar með lögð fram til kynningar. Og við förum í 10. fundarlið, þannig málsnúmeri 20.01.014. Þetta eru fundargerðir stjórnar Faxaflóahafna á árinu 2020 og hér er lögð fram fundargerð nr. 188 frá 28. febrúar síðastliðnum. Og það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sem fyrstur tekur til máls, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Við ræðum hér fundargerð Faxaflóahafna, fundur nr. 188. Mér langar til að koma inn á nokkur mál. Byrja kannski að máli nr. 3, tekjuþróun. Þar samþykkti stjórnin að verði farið í að tekið verði saman þróun tekna, gjalda og framkvæmda með það ástand sem að skapast í þjóðfélaginu. Faxaflóahafnir eru á hverju sinni standa í miklu framkvæmdum og svo þróun sem hefur átt sér staðan á undanfarið er eitthvað sem hugsanlega gæti sett strik í reikningi þar. Svo langar mér að taka hérna fyrir mál nr. 8 sem er kjarasamningsmál og bara reyna að lýsa yfir ánægju minni að það hefur náðst kjarasamningar við þessi stéttarfélög líkt og við séð bara núna undanfarið þá hefur verið mikil ólga í kjaraviðræðum og bara mjög ánægjulegt þegar menn ná saman semja áður en til verkfalla og annarra aðgerða kemur. Svo langar mér að ræða mál hérna nr. 9 sem er mjög ánægjulegt mál. Það kom inn erindi frá Þróunarfélaginu Grundtanga styrkbeiðni og stjórnin varð við því og styrkir Þróunarfélag 10 milljónir. Við fengum á þessu fundi mjög góða kynningu frá bæjarfulltrúa Óla Adolfssyni það starf sem Þróunarfélag hefur unnið á Grundartanga og hefur reyndar fengið áður hann inni. Þróunarfélag að vinna mjög spennandi starf hann frá núna sem byggir þá mikið á nýta þá orku sem fer til spillis núna og skapa úr því verðmæti að fullnýta umframorkuna. Og þessi styrkur var
svolítið eyrnamerktur því starfi og markaðssetningu á svæðinu. Og það sem kannski geta að Akraneskaupstaður hefur líka styrkt núna þessu ári þróunarfélagum 2,5 milljón. Það bara, held ég, peningur sem mjög vel varð. Og að lokum langar mér að koma inn á mál númer 12 sem eru starfsmannamál. En þarna á fundinum lagði Gísli Gíslason hafnarstjóri fram bréf þar sem hann segir starfi sínu lausu. Og þarna, ég held ég tali fyrir alltaf hér inni að þarna Gísli hefur unnið mjög gott starf fyrir Faxaflóahafnir og það verður eftirsjá á honum og held ég erfitt að fylla það skarð sem myndast þar. En þarna, svo spurning hvort þetta sé bara sóknarfæri hérna fyrir bæinn. Við eigum stafla af gömlum bæjarstjórum. Við þurfum að koma okkar mönnum og konum að. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja á því að þakka okkar aðalfulltrúa í stjórn Faxaflóahafna yfir svona stutta yfirferð á þeim málum sem hann kaus að tala um. Mér langar að ræða 9. málið og sem er erindi þróunarfélagsins á Grundartanga, þar sem hafnarstjórn samþykkti að leggja til framlag að fjárhæð 10 milljónir króna og ég þykist vita það að formaður þróunarfélagsins og áheyrnarfulltrúi í Faxaflóahafnum eigi þetta skuldlaust og hafi verið búin að vinna heimavinnuna sína vel og vandlega fyrir þennan fund. En það kannski svona, manni langar kannski samt svolítið að heyra kannski hvernig umræðunar voru og undirtektirnar í stjórninni. Og það er bara fróðlegt að fá að heyra aðeins ofan í það. Og ég ætla að taka undir orð Ragnars B. Sæmundssonar undir 12. lið starfsmannamál. Það er mikil eftirsjá af Gíslasyni úr stóli hafnarstjóra. Hann á nú örugglega eftir að vera samt með sinn hatt áfram sem hann kallar svona skipstjóra hattinn sinn. Þó hann hverf úr þessum stól. Og hann hefur unnið mjög óeigingjarnt starf og veit ég það að það eru eflaust margir sem að vilja setja sig í samband við hann. Hann hefur verið í starfshópum fyrir Samband íslenskra sveitarfélaga og hefur eflaust verið Ólafi Adolfssoni innan handa í þessu þróunarfélagsmáli þar sem hann er nú fyrrverandi bæjarstjóri okkar hér og þekkir alla króka og krima þarna inn í Grundartanga. Það er auðvitað í þessu starfi eins og öllu öðru, það náttúrulega er engin ómissandi, en það verður samt sem áður gaman að sjá hver sest í stól hafnarstjóra og hvet ég fulltrúa okkar í stjórn Faxaflóahafna og vera duglegir að segja við þá nýja manninn hversu duglegur Gísli Gíslason var fyrir okkar svæði hér á Akranesi og Hvalfjarðarsveit og þá sérlega Grundartanga. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að þakka fyrir það hrós sem hefur verið sýnt í þessari pontu. Það er að vera eins og Óskarsverðlauna og maður klökknar. En ég ætla nú samt kannski mest að ræða starfsmannamálin og vísa þar í
bréfi frá Gísla Gíslasyni. Nei, það var nú, hvar var það? Það er allavega þessi fundargerð, ég blóða ekki því. Við erum að líta á þetta sem tækifæri, ekki bara að við séum að missa mann úr brúnni í Faxaflóahöfn. Þarna og hann var ekki beðinn að halda fyrir sig einhverja starfskynningaræðu hér, þá þetta fyrrverandi bæjarstjóri hér, þekkir alla innviði okkar samfélags. Hefur verið að starfa á vettvangi sameignarfélags sem erum að reka ásamt borginni og fleiri aðilum. Og algjör hafsjór á fróðum. Hann í rauninni núna kannski á hátindi síns starfsferils. Hann hefur gríðarlega reynslu og það ennþá hungur í honum að vinna gagn og gera gott. Og ég held að ef við erum með einhver verkefni sem við viljum koma í öruggar hendur, þá eigum við að hugsa til Gísla Gíslasonar og ég get að minnsta kosti nefnt strax eitt mál sem við höfum reyndar ekki rætt hér á þessu kjörtímabili, þetta var ekki neinu viti. Það Saga Akranes að klára það sem við eigum eftir þar. Nú veit ég ekki hvort að Gísli hefur nokkuð náð því, en miðað við grúskans í sögu Akranes og þekkingu hans í starfi sem hefur unnið í tengslum við ritun þeirra bókar sem við eigum núna sögu Akranes. Og staðan auðvitað þannig að það hefur verið nokkur hlé í þessu tíma og það var verk síðustu bæjarstjórnar að í rauninni stoppa það að þá held ég að við hljótum að horfa til þess núna að jafnvel að skoða hvort það sé ástæða til þess að taka upp þessa vinnu og á því nefndi Gísli Gíslason, þá held ég að hann gæti verið maðurinn til þess að leiða slíka vinnu. Og ég vildi koma því að hjá ykkur, ég vildi sá þessu frá. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð Faxaflóahafna? Það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi bæjarstjóri. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom hér upp og velti fyrir sér þeim umræðum sem hafði átt sér stað á fundinum beiðni Þróunarfélagsins. Eins og kemur hann fram í fundargerðinni, þá vék bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson af fundinum meðan erindið var afgreitt. Og með orðan sinna áðan, þá þurfti hann kannski að víkja líka af fundi núna, með þess að hann var algjörlega búinn að vinna sína heimavinnu og selja einhverjum einasta manni í salnum þessa hugmynd. Þannig það var engin ágreiningur það. Það eru held ég allir sammála þetta góða starf sem að vera að vinna þarna. Mér fannst svona í upphafi kjörtímabils, þá var svolítið svona mín tilfinning þarna inni að sumir fulltrúar Reykjavíkurborgar litu svolítið á að þetta væri bara verkefni sem sneri að okkur og Hvalfjarðarsveit. En ég held að sé algjörlega búið að sannfæra það að þetta náttúrulega bara gífurlega mikilvægt markaðsstarf sem á sér stað þarna. Og Reykjavíkurborg náttúrulega stærsti hluthafi stærsti eigandi Faxaflóahafna, þannig að það eru þeir sem kannski njóta hvað mest ávinnings að þessu. En ég held að það sem við ættum að gera næstu skrefum þróunarfélaginu væri bara að koma þeim bara inn sem föstum lið hjá Faxaflóahöfn, vegna þess að þeir eru bara að vinna þetta markaðsstarf sem þarf að eiga sér staðna sem Faxaflóahafnir hafa ekki sinnt nógu vel. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð Faxaflóahafna? Svo ekki.
og þar með fundargerð Faxaflóahafnar nr. 188 lögð fram til kynningar. 11. mál á dagskrá og síðasti fundarliður hefur málsnúmerið 20.01.015. Þetta eru fundargerðir stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur á árinu 2020 og hér lögð fram 284. fundargerð frá 27. janúar síðastliðnum. Best ég bara taki það fram að ég ætla ekki að hafa sérstaka framsögu þessa fundargerð. Þessi stjórnarfundur var nú svona heldur styttra lagi miðað við stjórnarfundi og yfirleitt, en mun að sjálfsögðu reyna að bregðast við spurningum eða athugasemdum ef einhverjar eru. En ef einhver vill taka til máls varðandi fundargerð stjórnar Orkuveitunnar, þá orðið laust hana. Það enginn sem biður orðið og þar með 284. fundargerð stjórnar Orkuveitunnar lögð fram til kynningar. Nú fleira ekki á dagskrá þessa fundar og ég þakka fundarmönnum fyrir góða fundarsetu og góðar umræður og segi fundi slitið.